Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, haldinn 11. nóvember 2020 á fæðingardegi séra Matthíasar Jochumssonar. Þetta fundur númer 771 og ég segi hér fund settan með hamarshöggi. Ég býð sérstaklega velkomin nýja bæjarfulltrúa Ölvi Karlsson sem situr hér fund í fyrsta skipti í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann fulltrúa C-lista hér í bæjarstjórninu. Velkomin Ölvi Karlsson. Við áður en að við hefjum umfjöllun fyrsta máli þá ætla ég nú að fara svona venju aðeins yfir þetta bara. Þetta mörg mál á dagskrá núna, 21 mál. Fyrst heimild til að halda fjarfundi, það fyrsta málið. 2 fundargerðir frá bæjarráði. Það nú alvanalegt hjá okkur. Svo koma 9 fundargerðir á nefndi, mjög margar núna fundargerðir frá nefndum, fjölskyldunefnd, fræðslunefnd, lýðræðis- og mannréttindanefnd, menningar- og nýsköpunarnefnd, 2 fundargerðir frá skipulagsnefnd, umhverfisnefnd líka og ungmennaráð. Síðan kemur hér mál sem heitir breytingar á samþykkt sem stjórn Mosfellsbæjar og síðast að venju eru fundargerðir til kynningar. Það eru núna 8 talsins. Við hefjum þá umfjöllun fyrsta málið. Titillinn þannig: samkvæmt fundarboði, heimild til að halda fundi sveitarstjórna og fastanefnda með fjárbúnaði. Þetta áður komið hér inn á okkar borð. En það var nauðsynlegt að leggja til að framlengja þennan frest. Nú það til 10. mars og það fjallar þessi tillaga. Ég ætla að byrja á því að gefa orðið laust og biðja þá bara orðið hérna í spjallinu. Það kveður sig engin hljóðs og þá göngum við til atkvæða og þeir sem samþykkja þessa fundargerð beinir rétt upp hönd. Já, og það eru 9 atkvæði þar. Þá komið að bæjarráðinu, hinu fyrra hér, fundargerð frá bæjarráði, Mosfellsbæjar, á fundi númer 1463, hann var haldinn 29. október síðastliðinn. Það eru 11 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kemur ekkert nafn hér upp á spjallhræðinum, þannig að forseti lítur þá. Jú. Það Ölvi Karlsson sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ölvi. Já, kæri forseti, ágætu fundargestir. Ég vil fá að ræða mál í 2-3, sem sagt leyfi til þess að beiðnum að reisa og starfrækja auglýsingaskjái í Mosfellsbæ. Fyrst vil ég bara segja frábært að þetta sé komið í faglegt ferli og þetta náttúrulega margt að hugsa til dæmis bara ýmsar skilgreiningar og hvað fjöldi varðar og lengd á milli þeirra og ýmislegt. Og þetta náttúrulega takmörkuð gæði, en samt þarf náttúrulega að gæta jafnræðis varðandi úthlutun á þessu. Og eftir fremsta móti. Og sem sagt í minnisblaði starfsmanns þá kemur sem sagt fram. Ég ætla að fletta upp á þessu. Sem sagt að leyfa eingöngu íþrótta- og tómstundafélögum sem vinna samfélagslega verkefni innan Mosfellsbæjar að setja upp ljósaskilti í landi bæjarins. Mér þykir til þetta þess að vera kannski aðeins svo þröng skilgreining ef það verður stuðst við þessa í vinnunni sem framundan. Til dæmis útilokar þetta ýmis góðgerðarfélög. Til dæmis bara eins og mætti nefna bara Rauða krossinn. Þess vegna finnst mér þetta frekar ég styðjast við sem sagt þá skilgreiningu. Þetta til dæmis takk aðeins með þig. Þetta náðu til þessu óhagnaðardrifin félagasamtök sem vinna samfélagslega verkefni innan Mosfellsbæjar. Og þá held ég bara gett betra að jafna þess og síðan bara hvet ég til þess að þessi bara vanda verð til verka vinnunni. Til dæmis
Reykjavíkurborg með 33 síður í sínum reglum varðandi skilti innan bæjarmarkanna eða borgarmarkanna. Og síðan ætlum við sem sagt að leggja saman sameiginlega bókun. Sagt, ég, bæjarfulltrúi Viðreisnar, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar og bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar þetta málefni. Bara, takk fyrir. Já. Anna Sigríður, þú ert búin að biðja orðið þetta mál ekki satt. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður, Gunnardóttir, bæjarfulltrúi. Já, takk. Heyrðu, já, ég, bæjarfulltrúi Ölfur, fyrirgefið ég vandræði með bendilinn minn já. Snertu nú á flestum af þessum hlutum, sko. Það sko, þessi skilti sem verið að tala þetta ekki einhver lítil sæt skilti, heldur, eins og ég skil það, bara mjög stór skilti og sem að fara ekki, sko, í felur í umhverfinu og þess vegna alveg rosalega mikilvægt að þeim sé valinn staður þar sem þau hafa sem minnst svona, hvað ég að segja, svona minnst neikvæð áhrif á umhverfið. Fyrir nú utan náttúrulega umferðaröryggismál allt það sem kemur fram í lögunum sem að vitna í minnisblaði starfsmanns og mér langar, sko, það kannski aðallega tvennt sem mér langar þess að koma inn á. Það er kannski þrennt. Í fyrsta lagi, þá auðvitað, sko, þá eru þetta takmörkuð gæði. Við ætlum vonandi ekki að fara að setja upp skilti á hverjum gatnamótum. Þannig að það þarf eins og Ölfur nefndi að passa vel upp á það eins og alltaf þegar við úthlutum takmörkuðum gæðum að það sé gætt jafnræðis og gagnsæis og það allt saman. Það sem mér finnst vanta til dæmis inn í þau drög sem að hér liggja fyrir að það hvergi minnst á að það þurfa að vera einhver lágmarks vegalengd á milli skilta. Það held ég sé mjög mikilvægt. Og svo varðandi svona umhverfisáhrif, þá bendi ég á að þær umsóknir sem að liggja fyrir og urðu í raun og veru kveikjan að því að var farið í þessa vinnu, að þar verið að óska eftir í raun og veru, sko, skiltum sem að standa bara kort á móti öðru. Og ég ansi hrædd að annar ef ekki báðir þessi staðir muni skyggja algjörlega á eitt af einkennum Mosfellsbæjar sem Lágafellskirkja, sem að blasir við þegar maður kemur keyrandi í bæinn. Þannig að það ýmislegt svona sem þarf að skoða og en þessi vinna sem hér liggur fyrir er góð og gott á að vinna hana áfram. En það eru nokkur atriði sem að sem sagt eins og Ölfur kom inn á og við ætlum að leggja fram sameiginlega bókun. Það eru nokkur atriði sem að við erum sammála og viljum bara svona halda til haga í áframhaldandi vinnu, því eins og bókunin segir að þetta ekki endanlegt plagg heldur eftir að ganga frá þessu og setja þessar reglur og hvað þetta heitir allt saman. Og svo finnst mér að ég hafi ætlað að nefna eitthvað eftir viðbót, en ég bara, það hrópar ekki já. Það var, já, kannski líka varðandi birtuna, það kemur fram að það sé ætlunin að setja takmarkanir á ljósmagni, þannig að það verði hámark 5.000 lux og að vera hámarki 5.000 lux og á kvöldin að hámarki, það er eitthvað tvítalning í skjalinu, það er bara 5.000 lux. Sem segir mér svo sem ekki neitt, en á að vera einhvers konar viðmið þannig að þetta eigi ekki að trufla til dæmis nágranna, og mér minnir að komið fram í plagginu að þetta hafi orðið niðurstöðu í Kópavogi eftir kvartanir nágranna. Þannig en ég held bara við þurfum að til dæmis bara leita til einhverja sérfræðinga þetta sem eru vel að sínu lúxum og átta sjálfa á hvað svo sem er lúx út í umhverfinu þýða. En að svo búin ætla ég bara að bara fagna því að þessi vinna sé í gangi og gef frá mér orðið. Takk. Já,
Haraldur Sverrisson, bæjarfulltrúi og bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Þú ert næstur á mælendaskrá þriðja mál. Það er hérna, heyrist ekki Haraldur? Afsakið forseti, ég glemdi að setja mikrofóninn á. Já, ég ætla að fá að taka hérna þetta máls undir þessu máli, þriðja máli auglýsingaskilti og ég tek alveg heilshugar undir það að hérna verður úthlutun og takmörkuðum gæðum að ræða, sérstaklega í mínum huga vegna þess að við þurfum að vera mjög varkár og íhaldsöm það, nákvæmlega eins og hér kom fram hjá eftir báðum bæjarfulltrúunum, og hvar svona auglýsingaskilti skuli staðsett. Því að þau eru án, það þurfi ekkert að velkjast einum vafa það, þau eru inngrip í umhverfið og geta svona búið til einhver ásýnd sem að á ákveðnum stöðum sem við viljum kannski ekki fá. Og þess vegna þetta ferli nú lagt til að þetta ferli sé hérna hvað varðar einmitt staðsetningarnar á skiltunum, þar að segja að það þurfi að fara til umsagnar bæði skipulagsnefndar og umhverfisnefndar og síðan í skipulagsferli. Það að segja þá og með því er það sett í hendurnar á öllum íbúum bæjarins að hafa á því skoðun. Því að ef auglýst deiliskipulag breyting nú eða aðalskipulagsbreyting, ef aðalskipulag gerir ekki ráð fyrir svona skilti, að ranna tveggju eða bæði sem þarf það vantilega að gera, að þá það formlegt skipulagsferli sem að allir íbúar bæjarins hafa aðkoma og gert athugasemdir við. Þannig að það fer í raun og veru fram svona einhvers konar skoðanakönnun meðal íbúa á því hvort að þeim líkar þetta eða líkar þetta ekki með skipulagsferlinu og mér fannst sú tillaga starfsmannsins mjög góð að það sé gert. Þannig að ég tek alveg heilshugar undir það að það þarf að stíga varlega til jarðar hvað varðar staðsetningar á skiltum og íhuga það mjög vel og allir íbúar geti haft á því skoðun og það held ég tryggt með þessum tillögum að reglum hvað það varðar. Hinu ég ekki alveg jafn sammála, þar að segja hverjir ættu þá að njóta þessara ávinnings eða fá leyfi til að setja upp skilti. Það er mín skoðun að það sé mjög skynsamleg tillaga að það séu íþrótta- og tómstundafélög. Og einmitt vegna þess að þetta snertir alla bæjarbúa, þetta snertir og bara með því til að mynda að þeim gefinn kostur að hafa á þessu skoðun, að íþrótta- og tómstundafélögin eru þau félög, þau samfélagslegu félög okkar sem snerta flesta íbúa bæjarins. Og það er mikilvægt fyrir okkur að þau gangi vel, þau eru gegna mjög mikilvægu hlutverki, þá ekki draga úr að gera lítið úr hlutverki til dæmis félagasamtaka eins og Rauða krossins, alls ekki, eða Kiwanis-klúbbsins eða Rotary-klúbbsins eða Lions-klúbbsins eða slíkt. En ég svona, minnst það mín skoðun að það sé skynsamlegra að það séu þá íþrótta- og tómstundafélög sem hafi leyfi til að setja upp svona skilti og þannig það reyndar alls staðar annars staðar held ég í kringum okkur þar sem svona reglur hafa verið settar. Þannig að ég sammála ykkur með að það þarf að stíga varlega til jarðar og það þarf að ígrunda þær ákvarðanir mjög vel að heimila staðsetningu og skiltu á einhverjum tilteknum stöðum og í mínum huga til dæmis gengi það aldrei upp, ég myndi aldrei styðja þá tillögu til að mynda að það eru sett upp skilti þarna á þessum tveimur stöðum sem að bæjarfulltrúi Anna Sigríður nefndi, það þætti mér mikil ofrausn og ég myndi treysta því að í þessu ferli sem að svona lagt til að það myndi einmitt koma í veg fyrir slíkar ákvarðanir. En ég styð það mjög eindregið að það séu íþrótta- og tómstundafélög bæjarins sem munu njóta forgangs í því. Þetta er pólitísk ákvörðun. Ef ætti að geta jafnræðis, þá myndum við væntanlega gera þetta þannig að við myndum búa til lóð undir auglýsingaskilti og selja hana hæstbjóðanda. Það er ekki það sem við ætlum að gera með þessu og þá finnst mér að það sé íþrótta- og tómstundafélögin sem eiga að njóta forgangs því. Það er mín skoðun. Já,
Já, ég hef sett mig hér á mælendaskrá, þannig að ég ætla að taka aðeins til máls og tjá mig þetta og getum verið sammála flestu hér sem að aðrir bæjarfulltrúar hafa sagt. Þetta þarf að skoða þetta ofan í kjölinn, þetta er mjög margt. Mosfellsbær er svona hvað að segja mörkum dreifbýlis og þéttbýlis, þannig að það þarf að vanda mjög til verka. Bæði hvað var að staðsetningu, hvað var það ljósmagn. Bæjarfulltrúar Anna Sigríður nefndi hér hús frá 19. öld sem er Lágafellskirkja, sem þarf að hugsa sérstaklega fyrsta kirkja sem blasir við vegfarendum Vesturlandsveginn þegar ekki er út fyrir borgina og þarf að njóta sín þar sem hún hérna er. Eitt enn þetta með sem að var verið að nefna hverjir hafa þá möguleika að koma að þessu. Ég er hérna sammála síðasta ræðumanni með það að það sé íþrótta- og tómstundafélög sem hafa þar forgang. Mér finnst það skipta miklu máli. Lengra eða meira vil ég ekki segja þetta mál en bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, þú beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar, ég ætla að koma aðeins varðandi þetta sama mál. Beiðni leyfi til þess að rækja og starfrækja auglýsingaskjá. Byrja á því að lýsa yfir ánægju með það minnisblað sem liggur fyrir í málinu undir þessum dagskrárlið sem er frá Arnari Jónssyni, forstöðumanni þjónustu- og samskiptadeildar. Mér finnst þetta taka mjög vel á mjög mörgu af því sem að þarf að passa upp á þarna og mjög gott að hafa einmitt sem skýrastar reglur þetta. Kannski rétt bara aðeins varðandi hverjir eiga að fá og hverjir eiga ekki að fá. Að ég er sammála bæjarstjóra með það að við þyrftum að einblína á íþrótta- og tómstundafélagið í Mosfellsbæ vegna þess að ég held að það sé bara eins og hefur komið fram. Þetta er mjög takmörkuð auðlind og ég held að sé svona samfélagslega langmesti ábatinn fyrir Mosfellsbæ að halda sig við þann hóp. Aðeins varðandi það sem kemur fram í það sem Anna Sigríður bæjarfulltrúi Samfylkingar var að ræða varðandi 5.000 lúx. Ég er nú ekki sérfræðingur í lúxum heldur, en það kemur fram í minnisblaðinu að með því að takmarka þetta við 5.000 lúx þá er verið að koma í veg fyrir að birtan fari aldrei yfir dagsbirtu og það er eitthvað svona sem að allavega var reiknað út í Kópavogi og hérna á þá að takmarka ljósmengun frá þessu. Varðandi það hvort það eigi að vera vist langt á milli skilta eða ekki, það er ágætis pæling en hérna við getum bara sagt okkur það samt sjálf að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að fyrirtæki sem að hafa áhuga að setja upp svona skilti sem að kosta náttúrulega mjög mikið fjármagn að setja þetta upp, að þau myndu aldrei hafa áhuga að vera með þetta sitt hvorum megin við Skarhólabrautina á horninu sunnan megin við Hringtorgið og að norðan megin að mínu mati vegna þess að það er bara allt og stutt á milli skilta þar og það væri þá alveg einsdæmi á Íslandi að vera með skilti með, hvað ég var að segja, 10 metra millibili eða 10-20 metra millibili, þannig að við þurfum nú ekki að hafa áhyggjur að vera með þeim hætti. Aðeins varðandi staðsetningu á svona skiltum, hún skiptir auðvitað miklu máli, en ég vil samt vekja athygli á því að svona skilti, þau hafa alltaf áhrif á umhverfið. Ef við ætlum að gera þetta með þeim hætti að þetta fari í formlega afgreiðslu og eins og kemur fram í minnisblaðinu, þetta þurfa að fara í deiluskipulag og annað slíkt, að þá erum við að mínum að ganga mun lengra heldur en flest öllu bæjarfélög sem ég veit sem eru með reglur þetta. En það er þannig að þessi skilti, þau hafa alltaf áhrif á umhverfið og þau eru líka truflandi fyrir umferð vegna þess að það segir sig sjálft að þegar að þau eru komin upp að það er meiri truflun að þeim heldur en það vera ekki. Þannig að þetta er bara spurning hversu mikla truflun við teljum að sé á svona skiltum. Aðeins að lokum segja varðandi sérstaklega þessa staðsetningu sem aðra staðsetningu þarna sem að lá fyrir bæjarráð á sín tíma og þess vegna að fara í þessa ágætu vinnu sem að núna er hérna verið að fara að klára, að það er verið að sækja skilti sem er það sunnan megin við Skarhólabrautina og auðvitað viljum við passa upp á útsýni á okkar glæsilegu Lágafellskirkju og hérna engin spurning um það, en ég vil benda á það að mínum að þá myndi það skilti ekki hafa nein áhrif á útsýni til Lágafellskirkju vegna þess að það er stór og mikill skógur sem að skyggir á Lágafellskirkju
frá því sjónarhorni og þú sérð ekki Lágafellskirkju hvort sem þegar þú ert komin í gegnum hringtorgið, þannig að bara svona því sé til haga haldið. Þið kíkið bara á það næst þegar þið keyrið Vesturlandsveginn. En minnisblaðið er mjög gott og það á eftir að klára þessa vinnu og ég vissum að það kemur eitthvað gott út úr því og við náum góðri lendingu í þessu máli. Takk fyrir. Já, næsta tekur til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk fyrir og ég býð Ölvi velkomin. Ég tek undir með fulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem hafa talað hérna varðandi mikilvægi þess að íþróttahreyfingin og þessi félög sem að ætlunin að hafi ágóða af þessu og til þess að styrkja og byggja undir grundvöll íþróttahreyfingarinnar í bænum sem að veitir ekki af sérstaklega þessar mundir. Þetta ekki aðeins íþróttir og uppbygging íþrótta, þetta forvarnastarf og mér finnst ekkert annað viðeigandi en að þau fái þessi takmörkuðu gæði sér til afnota til þess að styrkja sinn grunn fyrir okkar unga fólk sem að stunda íþróttir. Og ég tel að það alveg hárrétt sem síðasti ræðumaður gat allt sem að við gerum mennirnir, það hefur áhrif á umhverfið og meðal annars svona skilti og ég tel bara einfaldlega það að fara að finna út tekjumódel íþróttahreyfingarinnar með einhverjum hætti tel ég vera óskynsamlegt vegna þess að það veitir ekkert af fyrir þessi íþróttafélög þegar við sjáum stöðugar sveiflur í umhverfinu okkar að þau hafi tryggar og öruggar tekjur. Já, næsta tekur til máls bæjarfulltrúi Ölvir Karlsson. Gjörðu svo vel, Ölvir. Já, takk fyrir, kæri forseti. Já, ég svo sem alveg skil hvert að fara með þetta, en ástæðan fyrir að mér fannst að þetta setja fleiri svona félög, það bara út af mér finnst að þetta setja undir sama hatt eins og íþróttafélögin, varðandi bara gott starf, bara eigingjarnt starf í þágu samfélagsins sem mikilvægt. Já, og þess vegna setti ég fram varpa þessu fram. Bara takk fyrir mig. Já, nú það ekki fleiri á mælendaskrá en þetta mál. Það var búið að kunngera hérna bókun. Það best að þið myndu setja hana hérna inn á spjallið. Þannig að allir sjá hana og ég mun síðan bara lesa hana hérna upp eins og hún birtist. En umræðum sem sagt lokið málið en það eftir ein bókun að minnsta kosti. Þannig kemur hún og forseti ætlar þá að lesa hana upp eins og hún blasir hér við. Bæjarfulltrúar Viðreisnar, Samfylkingar og vina Mosfellsbæjar leggja áherslu á eftirfarandi vegna mótunar stefnu auglýsingaskilti, /ljósaskilti innan Mosfellsbæjar sem þegar hafin. Slík skilti hafa mikil sjónræn áhrif á umhverfið og því nauðsynlegt að setja skýra reglur varðandi staðsetningu þeirra. Þá ljóst að að ræða úthlutun takmarkaðra gæða sem kallar á sérstaka aðgæslu hvað varðar jafnræði. Ýmis atriði vantar inn í fyrirliggjandi drög, svo sem skilgreiningar huglægra atriða á borð við innan gæsalappa ama fyrir íbúa og samfélagsleg verkefni sem og ákvæði lágmarksvegalengd milli skilta. Í drögunum sem liggja fyrir einungis gert ráð fyrir íþrótta- og tómstundafélag geti starfrækt umrædd auglýsingaskilti. Við teljum að víkka þurfi út þá skilgreiningu svo hún nái yfir óhagnaðardrifin félagasamtök sem vinna að samfélagslegum verkefnum innan Mosfellsbæjar. Þetta bókunin og hún hér komin inn og forseti lítur svo á að umræðum með þetta mál sé lokið að sinni. Orðið ennþá laust öll hinn málin í þessari fundargerð. Þetta voru 11 mál og bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir beðið orðið. Eitthvert annað mál, gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Mér langar bara aðeins að hafa orð á þessu nýja fyrirbæri og þessa beiðni aðstöðu fyrir rafhjól og rafrennur.
mér finnst þetta kannski svolítið í stíl við það að sko hvað bærinn okkar að stækka og fjölbreytnin að aukast og hér tölum við skilti og hérna fjölgun skilta og hérna fjölbreyttan samgöngumáta. Mér finnst það svona því ég var að hlusta á okkur tala og hérna og hugsaði mig sko hvað hérna rauninni þetta allt í takt við þennan stækkandi okkar ört stækkandi bæ. Þannig að mér finnst þetta bara hérna ég vildi bara svona fagna þessari hérna beiðni og þessum nýju og fjölbreyttu svona möguleikum sem við ættum að hafa hérna í Mosfellsbæ til að hérna komast hér á milli staða. Þannig mér finnst það bara jákvætt, pínlítið í takt við skiltin þó það sé kannski ekki sérstaklega jákvætt en þetta svona kannski merkjum það hvað bærinn hvað allt að breytast. Og hérna og ég vildi bara kannski fagna þessu sérstaklega og vonandi bara að við getum nýtt og Mosfellingar njóti þess að fara þarna þegar þessi máli verður svona þeim samningum væntanlega og samræðum sem þarf að fara fram lokið. Þannig ég vildi bara svona hafa orð á því. Já, orðið laust fyrsta mál. Ölvir Karlsson hefur beðið orðið fyrsta mál, gjörðu svo vel. Ég kannski aðeins fljótir á mér, ætla að ræða mál 2.7. Já, sko, aðeins ég bara spyr núna hérna orðið laust fyrsta mál, einhver sem vill ræða það. Svo ekki, þá umræðum það mál lokið, en þú færð orðið, Ölvir, og þú ætlar að tala hann 2.7, gjörðu svo vel, frumvarp til laga breytingu á lögum kosningar til Alþingis, beðum umsögn. Ég ekki þetta, ég kannski aðeins að læra smá. Já, það allt góðu. Þú gjörðu svo vel. Já, mál númer 2.7, frumvarp til laga breytingar á lögum kosningar til Alþingis. En sem sagt, ég tel að þetta sé bara mjög mikilvægt mál fyrir Mosfellsbæinga, fólk sem býr í Mosfellsbæ, vegna þess að við erum náttúrulega í suðvesturkjördæmi og það það kjördæmi sem hallar mest á varðandi fjölda þingmanna á baku, sem sagt fjölda íbúa baku hvert þingmann. Og þarna ég var bara vonast til þess að við getum sent þarna jákvæð umsögn þetta og ég langar líka að fá bókum þetta. Já, orðið laust þetta mál og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. 7. mál, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk fyrir þetta. Mál varðar nýtt frumvarp að kosningalögum. Sko, ég alveg sammála alveg varðandi atkvæðavægið og það meira en það í þessu frumvarpi. Það væntanlega póstkosningar sem og annað slíkt sem getur aukið áhættu við kosningu. Við erum með þegar utankjörstaða atkvæðagreiðslu en þarna á að bæta við póstkosningum sem skapa meiri hættu eða áhættu á réttunum niðurstöðum kosninga. Í annan stað líka verið að tala að búa til nýja stofnun undir ráðuneyti og svo stofnun á að heita landskjörstjórn. Í dag það þingið sem skipar í landskjörstjórn en eftir að lögin taka gildi munu það vera viðkomandi ráðherrar. Þar af leiðandi verið að minnka vald þingsins sem hefur einmitt verið rætt mikið af öllum þingmönnum eða flestum þingmönnum og flokkum að mikilvægi þess að auka vægi þingsins meira. Þarna verið að framselja í rauninu það vald frá Alþingi yfir til stjórnsýslunar og framkvæmdarvalds. Það einnig þarna varðandi meðferðina í kjördeildum og það hvernig markmið að hafa þetta svipað eins og almennt í sveitarstjórnarkosningum. En þetta sem sé ekki aðeins í jöfnun atkvæða sem þarna sem svo sem jákvætt fyrir okkar kjördæmi en þarna eru aðrir hluti sem ég held að allir verða að horfa á með gagnrýnum augum. Já, Haraldur Sverrisson. Þú ert næstur mannaskrá, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, sko bara örstutt, sko, ég ætla ekki að fara að ræða efnisætti þessa frumvarps, getur hver að sína skoðun á því. Ég ætla bara að benda á það, því að svo sé ekki misskilningur það að bæjarráð ákvað að gefa ekki umsögn þetta mál, það var bara lagt fram, en það útilokar það ekki að hver einn stjórnmálasamtök í Mosfellsbæ geti ekki gefið umsögn.
Þannig að ég geri það ráð fyrir því að Viðreisn geri það og að Viðreisn í Mosfellsbæ gefi það á Alþingi umsögnum þetta framar. En það var ákveðið að bæjarráðið myndi ekki sameiginlega gera það. Það er enginn að mælendaskrá núna, þá er umræðan lokið það, en Ölvir bæjarfulltrúi, þú varst að tala bókun, ekki satt, þetta mál? Það myndir gera svo vel að setja hann inn á spjallþráðinn, þarna kemur hún og forseti les hana upp. Hún er svohljóðandi: Bæjarfulltrúi Viðreisnar fagnar framkomnu frumvarpi. Er að ræða mikilvægt jafnréttismál fyrir íbúa sveitarfélagsins, enda er Suðvesturkjördæmi það kjördæmi sem að hallar mest á varðandi vægi atkvæða. Hagsmunir Mosfellinga eru því augljóslega að þessar breytingar nái fram að ganga. Þá er þetta mál þá gengið á þessum fundi. Orðið ennþá laust einhver önnur mál í þessari fundagerð. Það kemur ekkert nafn hér upp á mælendaskránna, þannig að umræðan er lokið og við göngum þetta atkvæða. Þessi staðfest að þessa fundagerð eins og einstök mál vera með sér benna rétt upp hönd. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er það fundagerð bæjarráðsins síðari, það er veka á milli að venju. Það var 5. nóvember síðastliðinn, það var fundur númer 1464 og þar voru 7 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá er umræðum lokið þessa fundagerð og við göngum til atkvæði. Þessi staðfesta hana eru bennir rétt upp hönd. Allir búin að greiða atkvæði, bæjarfulltrúi, einn bæjarfulltrúi sem ekki greiðir atkvæði. Já, það er Fyrirgefið, afsakaðu forseti, ég er bara eitthvað ruglubýtu, hérna erum við að gera greiða atkvæði núna bæjar á 1464. Já, í heild sinni og Ok, já, það brá fyrir hendi þarna frá þér, örsnögt, og það var bókað, það er 9-0. Þá förum við í nefndirnar, fundagerðir nefnda, það eru margar eins og ég gat í upphafi. Við byrjum á fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar. Hún hélt fund 20. október síðastliðinn, það var fundur númer 298, hófst klukkan 7 árdegis. Dagurinn tekið snemma þar og þar voru 4 mál á dagskrá og það er 1 kominn á mælendaskrá, það er Rúnar Bragi Guðlaugsson. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Já, forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir. Mig langar að ræða aðeins mál númer 1. Mál númer 1, já. Það er stöðuskýrsla fjölskyldusvið COVID. Eins og þið vitið og við höfum fjallað áður, þá hefur við tekið svona saman tölur svona eftir fyrstu COVID, eftir að COVID kom upp hérna á Íslandi og við höfum svona verið að fylgjast með í Mosfellsbæ varðandi bæði með atvinnuleysið, með fjölgun í tilkynninga varðandi heimilisofbeldi og svo framvegis barnaverndartilkynningar. Ég langar bara að leggja áherslu á hér að hérna eru tölur alveg frá janúar og svo eru til dæmis eins og í fjárhagsaðstoð frá júní og fram í september. Við erum að reyna að fylgjast með þessu eins og við mögulega getum. Það er athyglisvert að tölur varðandi heimilisofbeldi hefur ekki aukist í Mosfellsbæ frá því að COVID kom fyrst fram á sjónarsviðið. Það er aukning til dæmis í janúar árið 2020, en síðan hefur í raun og veru svona nokkurn veginn þetta verið undir, en það er verið að fylgjast grannt með í þessu öllu saman og verður áfram. Þannig að það er svona atvinnuleysið til dæmis síðan hefur farið upp á við eins og víða annars staðar. Þannig að ég ætla bara að leggja áherslu á að menn og konur kynni sér þessa skýrslu sem hér er
Þannig að það ágætt að fylgjast vel með þessu. Já. Orðið laust þetta mál sem að bæjarfulltrúi Rúnar Bragi var að ræða, COVID-19, stöðuskýrsla fjölskyldusviðs. Hversu engi ljósu það mál. Einhvern sem þau ræða eitthvað að hinum málunum. 4 mál á dagskrá, jú, þarna kemur Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Eitthvað annað mál ekki rétt. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Nei, forseti, ég ætla að fá að tala sama mál, númer 1. Sama mál, gott og vel. Já, ég held að sé bara mjög mikilvægt að við fáum þessa skýrslu fram frá fjölskyldusviðinu og fáum að fylgjast með hvernig þróun mála gengur hér hjá okkur, í okkur sveitarfélagi, varðandi barnaverndartilkynningar, varðandi alls konar mál sem við þurfum náttúrulega að fylgjast mjög grannt með. Það einhvern tímann tími til að fara vel ofan í saumana eða fylgjast vel með í svona málum, þá það núna. Þannig að ég held að það sé mjög gott að við fá þessa skýrslu fram og hún sé hér til umræðu og af því það akkúrat okkar að hafa augun opin varðandi velferðarmál okkar íbúa. Þannig að, en ég veit að það hefur verið fjölgun barnaverndarmála í sveitarfélaginu, mörgum sveitarfélögum og ég veit að í öðrum sveitarfélögum náttúrulega mjög grannt fylgst með þessum málum og ég bara fagna því að það sé gert hér líka. Þannig að þetta bara mjög mikilvægt og mér finnst ekki hægt einhvern veginn að þessi skýrsla sé ekki hér til umræðu af því að ég held að þetta sé bara eitt mikilvægasta gagnið sem við höfum það hvernig íbúa Mosfellsbæjar líður. Þannig það svona það sem ég vildi segja. Já, það eru 2 bæjarfulltrúar á mælendaskrá þetta mál. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ég ætlaði að tala annað mál á dagskránni því að varst nú loka á hann. Já, þetta var Anna Sigríður, ætlaði þú að tala fyrsta mál? Nei, ég ætla að tala þetta, COVID. Já, mál nummer 1. Já, við klárum það. Já, takk. Já, ég vil bara taka undir orð bæjarfulltrúa Kolbrúnar að það mjög mikilvægt að við fylgjumst mjög vel með þessum tölum og þessar tölur séu lagðar fram og við mögum náttúrulega ekki sofna á verðinum og ég vil bara benda á að við erum að tala við erum að tala tilkynningar heimilisofbeldi. Við erum ekki, við vitum ekki nákvæmlega, við vitum alveg að það ekki alltaf allt tilkynnt, þannig að en þar með ég ekki að segja að ég hafi einhverja vissu fyrir því að það sé aukning á því hér í þessum bæ, en þetta eru bara grafalvarleg mál og það mjög mikilvægt að við séum öll á verði gagnvart slíkum málum og ekki síst þar sem börn búa á heimilum. Og svo varðandi þetta eru mjög bara svona hvað maður segir, þetta mér bara eitthvað útlenskt orð í hug, þetta bara mjög svona vel samanteknar og frekar knappar upplýsingar en sýna okkur áhugaverða hluti, en svo kemur fram, það seinna á þessum fundi að þar kemur alveg fram að það hækkun í fjárhagsaðstoð til dæmi sem að mér finnst ekki koma kemur ekki eins kannski sterkt fram hér. Ég þori ekki að nefna prósentutöluna því það annað mál og forseti myndi líklega reka mig úr pontu, ég fer að blanda því saman. En ég vil bara taka undir og taka áskorun bæjarfulltrúa Kolbrúnar að fylgjast mjög vel með þessum atriðum sem skipta okkur svo miklu máli varðandi líðan og bara líf bæjarbúa. Takk. Já, Rúnar Bragi, beðum aftur morgun þetta mál. Já, takk fyrir það. Mér langaði bara kannski fyrst að því að bæjarfulltrúi Anna Sigríður þannig að fjárhagsaðstoðina, það líka í þessu skjali í töflu 1, þar frá júní fram í september sýndar tölur. Við höfum líka fengið áður þetta skjal stærra, þannig að það eru þá væntanlega fleiri upplýsingar þar en þarna kemur fram í raun og veru fjöldinn árið 2019 í september til dæmis sem hefur þegið fjárhagsaðstoð og síðan fjöldi árið 2020.
það má líka geta þess að sko, þrátt fyrir að þetta sé svona svokölluð COVID-skýrsla eða COVID-ástand þá var í varðandi fjárhagsaðstoðina byrjað að aukast fjárhagsaðstoð áður en að COVID skall á. Það sem ég langaði síðan að ræða kannski í þessari skýrslu aðeins meira það í raun og veru seinasti liðurinn. Það fjölskyldusviðið í heild sinni, eða það að segja á þessum tíma hefur alltaf fjölskyldusviðið auðvitað ekki farið varhluta af þessari þriðju bylgju því að það hefur auðvitað þurft að skipta þar niður starfsfólki vegna COVID og þau hefur þurft að fara bæði í sóttkví og annað eins og þið sjáið í skýrslunni. Þannig að varðandi það bara að geta hlúa að íbúum og þeim sem þurfa mestu þjónustu að halda, þá vil ég bara nota tækifærið og þakka þeim starfsmönnum bara kærlega fyrir sín störf varðandi það að þetta hefur verið bara mjög erfitt að geta mannað út af þessu að fólk hefur verið auðvitað að vinna heima og verið á staðnum en svo hefur við auðvitað líka þurft að loka annars staðar í bænum varðandi út af COVID eins og allir vita. Já, þá lítur forseti sig á að enginn sé lengur á mælendaskrá þetta mál, en bæjarfulltrúi Stefán Ómar var búinn að biðja orðið hér eitthvert annað mál. Gjörðu svo vel. Ég vil gefa hér orðið Stefán Ómar. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla að fá að fara í þarna þriðja málið í fundargerð fjölskyldunefndar sem sagt skýrsla verkefnisstjóra móttöku flóttamanna. Já, eins og hún heitir og bara byrja á því að þakka fjölskyldusviði og þá verkefnastjóranum Huldu Margréti fyrir þessa skýrslu. Ég held að það sé nefnilega mjög mikilvægt að við fáum feedback eða endurgjöf, heitir hann nú víst á íslensku. Við fáum endurgjöf á einmitt þessi verkefni sem þarna í gangi. Vegna þess að ekki bara fyrir okkur bæjarfulltrúana heldur líka bara fyrir almenning að fylgjast með og geta gert sér grein fyrir út af hvað þetta gengur. Þannig að ég vildi sem sagt bara þakka fjölskyldusviðinu og verkefnastjóranum fyrir framlagningu þessarar skýrslu. Það kemur heilmikið sem kemur fram í henni. Ég ætla nú ekkert að fara í löngum orðum það en það er meðal annars sagt frá því að þarna sem sagt í sambandi við móttökuna og í sambandi við sem sagt útfyllingu á dvalarleyfiskortum og svona þá hafi misfarist með nöfn og nöfn jafnvel verið óskýr og svona og það hafi jafnvel vanta nöfn og svo framvegis. Þannig að þetta er eitthvað sem við svona dagsdaglega, allavega ég gerir mér enga grein fyrir þessu, þekki þetta bara ekki neitt en það af þessum lestri að dæma þá náttúrulega sér maður að það er ýmislegt sem að greinilega kemur upp í vinnu verkefnastjórans sem að fylgir þessu eftir. Það kemur líka fram að það hefur verið sem sagt, það voru náttúrulega leigðar íbúðir, 4 af einkaaðilum og 1 af leigufélaginu Heimavöllum. Það er bara fínt að vita þetta. Og verkefnisstjóri fór í skoðunarferðir með hópnum þar sem var sem sagt farið bæinn og fólkinu kynntar matvörubúðir og apótek og fleiri þjónusta sem stendur í boði. Kemur líka fram að það verið farið á fræðslu nefnd hjá Samtökunum 78 og sem að jafnframt buðu upp á ráðgjafa viðtöl fyrir einhver úr hópnum þá væntanlega. Nú það kemur líka fram að það legið ljóst fyrir að 2 úr hópnum ættu börn í upprunalandinu en síðan daginn eftir að þau komu þá kemur ljós að einn einstaklingur við viðbót átti barn. Fyrir mér er þessi lestur svona svolítið skrítinn vegna þess að ég hefði haldið þetta allt saman lægin alltaf fyrir þegar fólk legði af stað og þeir sem að rannsaka og velja fólk í þennan hóp að þeir væru með þetta á hreinu en eins og ég segi, mér finnst bara mjög fínt að þetta komi fram og kannski líka það sem ég ætla að nefna hérna í restina að verkefnastjóri nefnir í skýrslunni sinni að það hafi verið sambúðarörðugleikar, óeining og slagsmál milli nokkurra aðila og svo framvegis.
mér finnst þetta líka bara fínt. Öll erum við mannleg og það getur ýmislegt komið upp. Mér finnst fínt að sé í svona skýrslu fari bara yfir hlutina af hreinskilni og við sem sagt fáum bara að vita svona hvernig þetta gengur fyrir sig í heild sinni. En forseti, ef bara þetta, ég vildi bara koma þökkum á framfæri við fjölskyldusviðið og verkefnastjóra fyrir þessa framlagningu þessara skýrslu og náttúrulega eftirfylgni á verkefninu. Takk fyrir. Já, við höldum áfram með 3. mál því að Rúnar Bragi, þú hefur beðið orðið það. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi, bæjarfulltrúi. Takk fyrir það, forseti. Ég tek undir það sem að Stefán sagði að aðkoma fjölskyldusvið og verkefnastjóra, þakka kærlega fyrir. Ég langar bara að segja, ég vil ekki fara að lesa kannski bara allir skýrsluna, hún auðvitað opinber og öllum opin. En spurning sem kom upp á fundunum, held ég hafi rætt þetta með ykkur síðast. Ef að Mosfellsbæ býðist að taka á móti flóttafólki aftur, verkefnastjóri spurður, þá sagði hann tímanalaust já. Henni finnst þetta ekki mjög vel og hikar ekki við það að þetta eitthvað sem Mosfellsbær ætti að halda áfram. Það sem ég vildi fá að segja. Já. Það enginn búinn að biðja orðið þetta mál, þá umræðum lokið. Ég vil gefa orðið það eru 2 mál þarna ennþá sem ekki hafa verið rædd. Það birtist ekki hér neitt nafn á skjánum. Þá umræðum þessa fundargerð lokið. Þá getur bæjarfulltrúar og við göngum til atkvæða, fjölskyldunefnd. Þeir sem staðfesta hana, fundargerðina eru beðnir rétt upp hönd. Það eru 9 hendur á lofti og verður fært til bókar. Þá förum við í fræðslunefnd sem hélt fund 4. nóvember. Síðastliðinn, það var fundur númer 383 og þar voru 2 mál á dagskrá og bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið. Þarna sátu bæjarfulltrúin gefinn kostur á að fylgjast með fyrsta liðinum, ekki satt, en Kolbrún, þú hefur orðið, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég vildi mitt nefna það, vildi ég ræða fyrsta mál, sem staða í okkar skólum í þessu COVID ástandi sem nú gengur yfir. Og eins og nefndir þá var ákveðið að bæjarstjórn yrði boðið að sitja þennan fund til að fá upplýsingar svona frá fyrstu hendi og það þáðu það nú allir nema fulltrúi Miðflokksins sem komst ekki á þann fund og ég var mjög ánægð með þessa yfirferð sem við fengum. Þetta voru mjög ítarlegar upplýsingar varðandi það bara farið algjörlega yfir greinargerðina eins og fylgir undir málinu, þessi breyting sem varð fyrir hvað hvenær var þetta? Þetta átti að gilda frá 7. nóvember til 17. nóvember og þarna einnig helgi eins og áður var skóla starfinu breytt eins og hendi var í veifað og það er náttúrulega óhætt að segja að skólarnir og kennarar séu komnir í ákveðna þjálfun í að umbreyta skólastarfinu yfir helgi og það hefur gerst áður og þannig að eins og áður bara að farið eftir reglugerðinni, skipað í hólf, sóttvarnahólf, hámarksfjöldi á nemenda og hámarksfjöldi starfsfólk og allt það sem eins og reglugerðin sagði til og kannski byrja því að nefna að starfið í leikskólum, yngsta stigi og miðstigi er nánast óbreytt og tókst að halda úti starfi frístundar og þannig að það er reynt eftir bestu getu að halda skólastarfinu í eins góðu horfi og mögulegt er. Og ég tel að okkur hafi tekist það hér í Mosfellsbæ þrátt fyrir það að við séum með skólabyggingar af mismunandi skólabyggingar. Allt frá því að vera hér með nánast 60 ára gamlar byggingar upp í 2 ára gamla skóla sem er náttúrulega allt öðruvísi húsbyggingar heldur en gömlu byggingarnar okkar. En hver og einn skóli útfærir þetta með sínu lagi og hvernig hægt að mæta sérstaklega þá unglingadeildinni og ég veit að Lágfellsskóla og Varmárskóla er
unglingadeildin og í flestum skólum landsins unglingadeildir með skerta skólasókn, þannig að þau fá færri stundir en í mörgum tilfellum veitt fjarnám. Þannig að þetta voru svona kannski það helsta sem þær upplýsingar sem við fengum á fræðslunefndarfundi og mér langar kannski bara til að nefna það á meðan ég hef orðið að það kannski svo fólk má kannski gera sér grein fyrir að það ekki kannski gert átakalaust eða kannski að það tekur orku frá fólki að fara og umbreyta skólastarfinu eins og búið að gera núna og mér finnst það bara, og það kom fram á fundinum að það bara mikil jákvæðni, samvinna og bara samhugur í okkar skólafólki að halda hér skólastarfinu eins góðu og mögulegt og það virðist bara einhvern veginn hafa tekist og það bara allir skólastjórarnir sem hafa haft orð á því að það er allir sem einn að standa því að halda góðu skólastarfi og huga bara að velferð allra nemenda. Já, það eru 2 bæjarfulltrúar á mælendaskrá núna þetta fyrra mál á dagskrá fræðslunefndar. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Takk fyrir forseti. Já, þakka bæjarfulltrúa Kolbrúnu fyrir þessa yfirferð og ég vil nefna að það var afskaplega vel til fundið tel ég að bjóða bæjarfulltrúum að vera viðstaddir þessa kynningu vegna þess að við erum jú að tala í raun og veru, á mínum mati, mikilvægustu stofnanir bæjarins, stofnanir sem að halda utan börnin okkar og þetta ekkert lítið verkefni sem sett á herðar fólksins sem vinnur þar og þá ekki bara stjórnvöld heldur ekki síst bara starfsfólk skólanna allra og þó ég ætla ekki að gera lítið úr hlutverki stjórnenda í að skipuleggja þetta allt saman, þá held ég að svona hafist aldrei nema vegna þess að það eindrægni innan stofnananna að láta hlutina ganga og það ekki að sjá annað en að svo sé og auðvitað hefur þetta áhrif á nám barnanna, það bara segir sig sjálft þess að við erum ekki í eðlilegu ástandi með hlutina eins og við erum vön að hafa þá. En ég alveg sannfærð að þarna allir að gera sitt besta og vonandi bara næst að ná tökum á þessu þannig að næsti skólavetur verði svona öllu einfaldar og skemmtilegri bæði fyrir nemendur og kennara og allt starfsfólk skólana. En ég segi bara aftur kæra þakkir fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að hlusta á þessa kynningu. Takk. Næstu tekur til máls fyrsta mál. Það fyrra mál á dagskrá, það bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk fyrir. Ég ætla að leiðrétta formanninn því að fulltrúi Miðflokksins situr í nefndinni og mætti samkvæmt því sem ég veit og upplýsti mig daginn eftir efni þessa ágætiskynningar og ég þakka starfsmönnum og fulltrúum þeirra sem voru að kynna þetta en ég var vant við látin því að ég var að kenna 200 nemendum fjármálalæsi í menntaskólum í Kópavogi á sama tíma. En mjög ánægjulegt að fá þessa kynningar og í raun og veru sjá hvað að gerast en ég vildi bara árétta það að svona þessi athugasemd hún var ekki alveg kórrétt hjá formanninum en þetta var virkilega vel til fundið og ég þakka fyrir að þetta hafi verið unnið svona vel. Já, við höldum áfram með mælendaskránna þetta mál. 2 bæjarfulltrúar á mælendaskrá. Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi, þú hefur orðið, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég vil enn og aftur þakka fyrir skýrslu framkvæmd skólahalds á tímum farsóttar. Við bæjarfulltrúarnir fengum eins og hefur komið fram að setja fundinn undir þessum dagskrárlið og var það sem sagt mjög fræðandi að bæði sjá og heyra af hinum fjölmörgu ráðstöfunum sem skólarnir hafa þurft að grípa til vegna þessa COVID-19 ástands. Og það ástæða til þess enn og aftur að færa öllum þeim fjölmörgu starfsmönnum Mosfellsbæjar þakkir fyrir þeirra framlag í þessu sambandi.
fyrir að halda skólanum gangandi í þessu fári sem er bara hreint ekkert sjálfgefið, finnst mér allavega. Öll heyrðum við að því fyrr á þessu ári að ríkið sem vinnuveitandi umbunnaði sínu starfsfólki sem sinnti framlínustörfum eins og það var kallað. En framlínustörf skil ég allavega þannig að það séu þau störf sem starfsmenn þurfa að klæðast hlífðarbúningi frá toppi til táar við vinnu sína. Starfsmenn sem þurfa þá að hafa afskipta fólki sem annaðhvort er sýkt af COVID-19 eða grunur er að kunni að vera sýkt. Mér er ekki kunnugt það að starfsmenn Mosfellsbæjar hafi eða sé í þessari stöðu eins og ég skilgreina hana hér. Það er að þurfa að klæðast hlífðarbúningi frá toppi til táar. En forseti, ég myndi enga síður vilja bera fram þá tillögu að því verði beint til bæjarráðs og bæjarstjóra að þetta atriði verði kannað. Og ég ætla bara að fá að lesa tillöguna hérna áður en ég senda hana, forseti, ef ég má það. Takk fyrir. Þetta er bara tillaga svona, bæjarstjórn samþykkir að beina því til bæjarráðs og bæjarstjóra að það verði kannað hvort starfsmenn Mosfellsbæjar hafi þurft eða þurfi að klæðast hlífðarbúningi frá toppi til táar við vinnu sína fyrir Mosfellsbæ. Það geti flokkast undir að sinna svokölluðum framlínustörfum og sé svo þá skoði hvort og þá hvernig umbuna megi með einhverjum móti fyrir slíkt, hvort heldur tilteknum starfsmönnum eða jafnvel heilum tilteknum vinnustöðum. Svona hljómar þetta, forseti, ég ætla að fá bara að senda þetta til inn og mér finnst svona, við erum búin að ræða þetta, það var náttúrulega hérna í fundagerðina undan, þessi COVID-umræða og þetta tröllir í öllu og þetta sem sagt kemur í minn huga núna bara í framhaldi af þessari flottu kynningu í fræðslunefndinni daginn sem við fengum alla að sitja, bæjarfulltrúar. Þá fór ég að hugsa þetta, ég veit ekki eins og þarna kemur fram hvort að þetta er að ræða en mér finnst allt í lagi að það svona kannað og kíkt á og þess vegna flyt ég þessa tillögu bara í fullri einlægni þar að lútandi. Takk fyrir forseti, ég sendi þetta. Já, sko nú leggur hér fyrir tillaga fyrir fundinu sem við þurfum að taka afstöðu til og það er spurning hvort við getum klárað umræðans allt málið, allavega höldum við áfram með mældaskrána. Það væri kannski skilmerkilegra ef við klárum umræðum málum og tökum síðan afstöðu til tillögu bæjarfulltrúa Vina Mosfellsbæjar sem hann ætlar að setja hérna inn á spjallið. Allavega er Ásgeir Sveinsson með orðið núna bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúar sama mál. Ég byrja á því að taka undir þakklæti formanns fræðslunefndar að bjóða okkur bæjarfulltrúunum á fund nefndarinnar. Það var bara mjög lærdómsríkt og upplýsandi. En ég vildi bara svona skjóta því að svona mínum hugrenningum sem ég tók eftir þegar að það þurfti að bregðast við með mjög stuttum fyrirvara enn og aftur. Það er aldrei að vita nema að það þurfa að gera það aftur áður en að allt verður búið. Það verður væntanlega vonandi slakað á sem fyrst núna en við vitum ekki hvort það þarf að bregðast við aftur. Mér langaði kannski svona bara að vekja athygli á því að ég held að mjög margir gera sér enga grein fyrir því hvað þetta er flókið og hvað þetta er viðamikið að halda skólanum opnum eins og hefur tekist í þessu fárviðri sem er. Og það er meira en að segja það. Það vakti athygli mína og sjálfsagt margra fleiri að þegar að var verið að ræða þetta og það var tekin svo ákvörðun til þess að geta klárað þetta skipulag skólana, þá var starfsdagur á mánudeginum í skólanum, þar sem að það þurfti að væntanlega að klára þetta náðist ekki helgina þó að fólk inn í bakibrótnu. Mjög margir fjölmiðlar og umræðan var dálítið þannig að nú eru kennararnir bara sestir á starfsdag á mánudegi og það var eins og þeir væri bara svona dálítið að bara svona einhvern veginn að hvíla sig eða eitthvað í staðinn fyrir að tekið kannski sá póllinn að segja bara það þurfti mögulega einn dag í það að klára þetta þannig að það sé gert eins hnökralaust og hægt er. Þannig að ég myndi nú svona hvetja til þess og vonandi verða það þannig að fólk svona ná að opna augun ennþá betur. Ég skil það mjög vel að það er vont fyrir foreldra að börnin komist ekki í skólann en
svona tónninn fannst mér svona ekki samkvæmt hvað þetta varðaði vegna þess að það er verið að vinna þarna kraftaverk hverjum einasta degi, starfsfólki er að fara langt út fyrir það sem að venjulega þarf að gera og það, við getum tekið þarna starfsdag, það var bara eitthvað sem var örugglega nauðsynlegt að gera til þess að hafa þetta eins vel úr garði eins og hægt var og mér hefði fundist að tónninn hefði kannski átt að vera sérstaklega þá hjá fjölmiðlum öðruvísi heldur en það að nú eru kennararnir bara sestir á starfsdag. Takk fyrir. Já, við höldum áfram að ræða þetta mál. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar, geturðu sett hérna tillögu þína inn á spjallráðin? Ég hélt ég væri búin að því. Nei, hún fór bara til mín og ritara. Hún er ekki komin hérna upp, en ég sé hana hérna, en við ræðum málið sem slíkt hérna og síðan tökum við afstöðu til tillögu Bæjarfulltrúa Stefáns Ómars. En Haraldur, þú hefur beðið um orðið. Sverrisson. Já, takk forseti. Ég var nú bara aðeins að velta fyrir mér þessari tillögu. Ég eiginlega átta mig ekki alveg á tilgangnum. Já, kannski bara aðeins svo verði svolítið vatnaskil af því að það getur orðið umræða tillöguna. Er einhvern sem vil ræða málið að öðru leyti áður en við Ég held nú að þessi tillaga tengist nú þessu máli, sko. Jú, hún gerir það, en hérna erum við tilbúinir að fara að ræða bara tillöguna sem slíka? Já, ég hefði bara viljað fá einhverjar skýringar eða ríkjuðu forseti. Já, það liggur hér fyrir tillaga sem og Bæjarfulltrúi Stefán Ómar las upp áðan og við skulum þá endilega taka afstöðu eða ræða hana. Og Haraldur Sverrisson, þú hérna hefur orðið. Já, sko, ég er að verða viðkynna þegar ég átta mig ekki alveg á tilgangnum, sko. Skildi ég það rétt, Stefán Ómar, að það hefði verið notað, sko, orðfærið í framlínu í kynningu framkvæmdastjórans og sem var í framlínu og þess vegna sért að spyrja það á þeim grundvelli sem ég held að þú hafi skildið líka og ég er alveg sammála að þeir sem eru í framlínustörfum séu þeir sem klæðast búningi og þess vegna sért að spyrja því hvort að einhver hjá Mosfellsbæ hafi klæðst búningi, sko. Ef það er ástæðan þá held ég geti nú alveg svarað því svona nokkurn veginn hér á staðnum að það er minnst held ég enginn á fræðslusviðinu þurft að klæðast búningi eða sóttvarnarbúningi í sínum störfum. Það er hugsanlegt að einhverjir sem að starfa á vegum fjölskyldusviðs hafi þurft að gera það. Ég var nú að spyrja hana Sigurbjörg að því hún er nú ekki búin að svara mér í tengslum við smit sem hafa komið upp á íbúakjörnum eða hvort að það hafi verið aðrir starfsmenn eða utanaðkomandi sem að þurft að gera það. En ef að þetta er tilgangurinn, sko þá verð ég nú eiginlega að segja það, mér finnst þetta svona, ég veit ekki hvernig að orða það, svona, ég held ég bara orða það ekki neitt. Ég bara spyr að því hver er tilgangurinn og ég er ekki alveg sem ég að ná því. Já, við höldum áfram að ræða tillöguna þess ágætu bæjarfulltrúar. Sko, bæjarstjóri svaraði nú þessari spurningu sem tillaga Stefáns Ómars gengur út á að kanna það sérstaklega. Ég vil gefa Stefán Ómari orðið, síðan er reyndar Sveinn Óskar líka mæld að skrá. Það er sem sagt þessum orðum bæjarstjóra það hvort það sé fullgilt svar eða hvernig þessum orðum það. En Stefán Ómar gjör svo vel. Bregðast við þessu. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir það. Já, nei, það kom held ég aldrei fram í þeim gögnum sem voru lögð fram á fundi fræðslunefndarinnar neitt orðið framlínu störf held ég allavega ekki en ég var bara að fara yfir það hvernig ég skilgreini það og hvernig ég sé þau. Það er fólk sem þarf að klæðast þessum búningum við einhver tilefni. Og það var eiginlega bara kveikjan að þessu að þess vegna ger ég bara það að tillögu minni að beina því til bæjarráðs og bæjarstjóra að það verður bara farið yfir þetta þar
og þá bara kemur það í ljós hvort að svo sé og þá við hvaða aðstæður það hafi verið og svo framvegis. Þannig að það eina sem ég gengur til en ekkert annað. Já, má ég aðeins? Ég spyrja Stefán, hann þá að tala fyrirgeðu? Er ég að grípa fram í fyrir einhverjum? Já, við skulum halda mælendaskránni. Það hérna Sveinn Óskar. Ég biðst afsökunar, ég hélt bara að vera með fundahléð meira að segja. Ég biðst afsökunar. Sveinn Óskar hefur beðið orðið og síðan... Kolbrún reyndar á undan, svo ég haldi áfram að hérna minni. Samkvæmt spjallinu þá bæjarfulltrúi Sveinn Óskar næstur. Nei, það ekki rétt. Nú? Ég næst, örugglega, rétt sem Nei, það ekki alveg rétt. Jú, var ég ekki hérna undan tilgátt, Hún eftir mér allavega. Samkvæmt spjallinu Kolbrún næst, sýnist mér. Ég var undan tillögunni, það var lögð inn tillagan, svo kom, ég orðað svo tillagan. Ok, það kann að vera. Já, þú hérna, já. Það getur verið. Byrja þarna, já, fyrir ofan tillögun, ertu að meina það, Kolbrún? Já. Já, ef við komast allir að, þá skulum við halda áfram að ræða tillöguna. Verðum við að ræða tillöguna? Ég ætla ekki að ræða hana sérstaklega því að mér langar að... Ég beindi til bæjarfulltrúa að því að reyna að klára málið sem slíkt því að nú lendum við í því að fólk fer að tala tvisvar og vill kannski tala þrisvar. Þannig ég beindi til bæjarfulltrúa áðan að klára umræða málið þannig að við getum verið að snúa okkur að tillögunni. Ég heyri það, ok. Þannig að tillagan, en þú hefur orðið... Tillöguna, já. Ok, þá tala ég tillöguna, en hérna, já, ég svona... Ég veit ekki alveg hvort hún sé svona í takt við það sem við erum að tala hér, en veist, allar tillögur eru örugglega bara til þess að hugsa þær þannig að það er að bæta eitthvað og gera betur, en varðandi skólamálin akkurat og þetta, þá held ég að við ættum frekar að einbeita okkur að því að kannski að svona koma með eitthvað svona almennt frekar skólafólkið okkar, kennara og starfsfólk skólana, frekar en einhverja sem er í hlíðarbúningum endilega. Og ég veit að það er kannski, ég var að googla svona hugtakið hérna framlínuna og hérna hverjir það eru. Og það er ansi vítt skilgreint oft á tíðum. Þannig að hérna, þú veist, það meira að tala að starfsfólk í verslunum sé framlínufólk því það standi allan daginn og afgreiði fólk á kössum Þannig að ég veit ekki alveg hvort að við ættum frekar að koma með ég myndi kannski frekar vilja sjá okkar svona hugulega bókun en ég veit ekki alveg með þessa tillögu en ég ætla ekki kannski að ræða hana frekar. Já, við ræðum hana áfram samtíð við þurfum að komast í niðurstöðu og greiða atkvæði eða breyta eða draga hann tilbaka eða eitthvað, við stöndum frammi fyrir því og höldum áfram með mælendaskránna. Haraldur, þú hefur beðið orðið. Nú held ég að Sveinn Óskar sé á undan mér, Nú, já. Já, þetta, já. Kolbrún er nú líka upp málstað Sveins Óskars. Kolbrún er tvíbókuð. Hérna, já, nú skil ég þetta. Það var bara hérna svona aðdóðsendur Kolbrún og lögreglan er í framlínu. En já, ég held að sé með þetta. Það er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar og síðan Haraldur Sverrisson. Við ræðum þá tillögu bæjarfulltrúa Stefáns Ómars. Komast til boss sem fyrst í þeim mál hvað við ætlum að gera við tillöguna. Ætlum að greita atkvæði við bæjarfulltrúinn breytinni eða draga hann tilbaka þannig að við komumst það er það sem við eigum ógert með þetta mál. Við getum ekki haldið áfram fyrir að við erum búin að klára það. Þannig að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Ég verð nú að segja það, ég skil ekki þessa tillögu. Í fyrsta lagi er fyrirhluti hennar og er öll tillagan undir fræðslunefndinni og fyrirhluti hennar fjallar væntanlega eitthvað sem hefur komið upp á og hefur heyrst út í bæ sem að ég hef ekki heyrt og hérna eins og ég sé það að þá er fólk að fara í hlífðarfatnað í sínu störfum til þess að verja sjálfan sig og aðra og
við erum á mjög sérstökum tímum og seinni hlutin einhvers konar ákall ef að það hafi verið, þá það einhvers konar kjarasamnings áform til hækkunar launa. Þannig að hún svona tvíþætt tillagan og það sem mér finnst kannski, ef við lítum á tillögunni í heild sinni, í fyrsta lagi að hún tvíþætt, fyrsta lagi var verið eitthvað að klæða sig í eitthvað, og í seinni hlutin fjallar það sko á að hækka launin vegna þess. Þannig að ég að skoða það að hækka launin. Þannig að ég fyrir mitt leyti finnst mér þetta bara því miður, virðulegi forseti, ekki falla vel í kramið svona eins og uppilagt með undir þessum dagskrárlið. Yfir heildina líka tillagan sko, mér sjálfsagt að taka hana til afgreiðslu eftir því hvort að menn breyta því ekki. Ég bara samþykka og hafna eða sitja hjá eftir því hvað mér finnst þegar hún full unnin. En eins og ég líti yfir hann í heild sinni, þá mætti maður bara einfaldlega leggja einhvern tíma síðar tillögu fram að leggja í kostnað við starfsmenn bæjarins að fara að tékka á klæðaburði fólks út í bæ. Ég ekki að sjá annað en að ef að það hafi verið ákvörðun að viðkomandi klæddist hlífðarbúningi sé honum til varnar í þeim störfum sem hann sinnir. Og ég efast það að viðkomandi sé þvingað til þess, frekar en einstaklingur sem starfar í einhverju áhættusömu eins og við erum öll í raun og í dag. Það allir að starfa í einhvers konar áhættu út af þessari veiru. En eins og þá myndi ég þiggja það að flutningsmaður tillögunnar myndi fjalla þessa þætti sem ég að reifa og ég vil bara í raun og veru fá hvaðan hann fær þessa flugufregn. Já, við höldum áfram að ræða tillögu bæjarfulltrúa Stefáns Ómars. Það eru 2 bæjarfulltrúar á Mennska núna, Haraldur Sverrisson og síðan Rúnar Bragi. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Já, ég er ekki alveg að skilja þráttur í svör Stefáns Ómars eða tillöguflytjanda tilgang þessara tillögu. Ég með málsmeðferðar tillögu sem ég ætla að setja hér á spjallið. Hún svona: bæjarstjórn vísar tillögunni til bæjarstjóra og felur honum að svara tillöguflytjanda hvað varðar þær spurningar sem hann ber fram. Já, og þú lokið máliðinu og samkvæmt fundarsköpum að taka málsmeðferðartillöguna til atkvæðagreiðslu umræðulaust. Þannig að það komið þá bara að atkvæðagreiðslu. Þannig að við göngum þeirri atkvæði þessa málsmeðferðartillögu og Haraldur las hann upp, hún svohljóðandi: þið sjá hann öll, bæjarstjórn vísar tillögunni til bæjarstjóra og felur honum að svara tillöguflytjanda hvað varðar þær spurningar sem hann ber fram. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu bera rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, það 8 fylgjandi því en 1 á móti. Og það var þetta mál úr sögunni núna og þessi liður. Við höldum áfram með fundargerð fræðslunefndar frá 4. nóvember. Það var reyndar eitt annað mál þar á dagskrá og ég gef orðulaust það. Skólaskylda grunnskólabarna í Mosfellsbæ 2020 til 2021. Orðulaust það mál. Og það kveður sig engin... Kolbrún, varst þú beðin orðið það? Já, forseti, bara örstu. Bara fólk sem skilji hvað þetta Þetta sem sagt, þetta bara gagn sem sett fram til að sýna að við höfum nákvæma yfirsýn eða svið hefur nákvæmlega yfirsýn yfir það hvar börnin eru stödd og í hvaða skóla þau eru og fjöldan í hvaða árgangi í hverjum skóla og slíkt. Þetta bara svona, ég vil alltaf segja að við rekum svona litla hagstofu upp á fræðslusviðinu. Það mjög gott
yfirlit yfir fjölda barna sem að þar eru, en það eru reyndar, hefur það komið upp og held ég í öll skipti sem við höfum lagt þetta fram, eða þetta skjal hefur verið lagt fram, að það eru þarna örfá börn sem að ekki vitað hvar eru, en þau hafa nú yfirleitt fundist. Oft eru þau flutt úr landi eða flutt úr sveitarfélaginu og ekki verið tilkynnt flutninga eða slíkt, en sem betur fyrir þá eru það nú ekki mörg mál sem börn frá okkur hreinlega hverfa, en þetta er mjög mikilvægt að hafa þessa yfirsýn og nákvæma yfirsýn hvar öll börn í öllum árgangum eru niðurkomin í okkar sveitarfélagi, þar að segja í okkar stofnunum. Já, Sævaldur og Sveinn Óskar, þú beðið orðið þetta mál, gjör svo vel. Já, takk. Kolbrún nefndi í upphafi að vita hvar öll börnin eru stödd og svo eru ykkur ekki vitað hvar eru stödd. Sko, mér langar aðeins að fá meiri innsýn í þetta. Ég ræddi við fulltrúa Miðflokksins í nefndinni í vikunni á mánudagsfundinum okkar og það sem að komið mitt fram að þetta var svona það sem að hann gerði svona að umtalsefni. Hvaða úrræði hefur bærinn til þess að fá niðurstöðu í þetta? Þú sagðir sum getur verið flutt til útlanda, það er þá væntanlega einhverju erlendum uppruna sem að hefur það farið heim, kannski hafa búið hérna í skamms tíma, en með vísan í grunnskólalögin sérstaklega þá er skólaskylda og þetta varðar það atriði, þannig að munum við fá að vita hvort að afdrif þessara barna verði kynnt okkur eða er einhver vinna í gangi varðandi þetta? Já, það var beint spurningu til þín, Kolbrún, formann frestunefndar og bæjarfulltrúa. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk fyrir það. Já, það er að sjálfsögðu er verið að algjörlega grafast fyrir það hvar þessi börn eru. Og þegar börn mæta ekki í skóla, þá er það tilkynnt til barnaverndar og þá er þetta orðið barnaverndarmál. Þannig að öll börn sem að við höfum ekki, eru ekki skráð hjá okkur í skóla, hafa ekki mætt og virðast einhvern veginn vera horfin eða við vitum ekki hvar eru, að þá er það tilkynnt til barnaverndar og það er barnaverndin sem að sér þau mál. Nú, þá er komið að því að greiða atkvæðum fundargerð fræðslunefndar frá 4. nóvember. Nei, fyrirgefðu, Sveinn Óskar Sigurðsson, Sævaldur að biðja orðið aftur. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk Kolbrún fyrir svarið. Bara svona örlítið til ítrekkunar á málinu vegna þess að þetta finnst mér mjög sérstakt og mörguleyti alvarlegt. Aðeins varðandi já, barnaverndin, en hvað með okkar alþjóðasamstarf? Við erum með alþjóðasamstarf bara á sviði Schengen og öðru slíku. Mun þá barnavernda yfirvöld ganga þann veg fyrir bæinn eða hver er það sem að gengur þann veg að leita, svona praxíslega séð? Það er beint spurningu til þín aftur, bæjarfulltrúi Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, ég hef ekki svar við því hvort að en mér finnst nú líklegt ef að barnaverndarmál verður að lögreglumáli, að þá er það náttúrulega bara vunnið samkvæmt því, þá er lögreglan komin í málið, ef barn finnst ekki og fjölskylda finnst ekki. Þannig að það er öll verkfæri notuð til þess að finna börnin. Þannig að það er náttúrulega stóra ef þetta verða það stóru máli, ég held reyndar af aldrei orðið, ég held að alltaf yfirleitt er þetta gleymska foreldra. Þetta er aldrei, ég held að man ekki eftir því að hafi komið upp alvarlegt barnaverndarmál, en það hafa komið mál reyndar það sem að fólk hefur flutt upp í sveit og ákvað bara að sinna sínum börnum sjálf og hafa bara heimakennslu og eitthvað slíkt og bærinn aldrei verið tilkynnt. Þetta er yfirleitt þetta af því taginu. Þetta er ekki börn sem er kannski annað foreldri eða stinga af með úr landi eða eitthvað slíkt. Það hefur aldrei komið upp en við höfum öll þessi verkfæri til staðar ef að slík mál hafa komið upp og þá er þetta orðin risastór bara lögreglumál. Þá er komið að atkvæðagreiðslu ágætu bæjarfulltrúar
Fundargerð fræðslunefndar 4. nóvember. Þeir sem staðfesta hana eru bennir rétt upp hönd. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. 29. október síðastliðinn var haldinn fundur í lýðræðis- og mannréttindanefnd. Það var fundur númer 14 og þar voru 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust þessi mál eða þessa fundargerð. Ölvir Karlsson bæjarfulltrúi beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ölvir. Já, kæri forseti, ágætu fundargestir, sem ég ætla að fjalla mál 6.1, Mosfellsbær barnvænt sveitafélag. Sem sagt, ef ég skil þetta rétt, þá 12. nóvember 2019 fer þetta fyrir fjölskyldunefnd og síðan fer þetta fyrir bæjarstjórn, ef ég skil rétt. Og sem sagt núna á liðinni þá 12 mánuðir og sem var þetta í millitíðinni var náttúrulega í framkvæmdastjóra fjölskyldu- og fræðslusviðs falið að vinna innleiðingunni. Ég bara spáði hvenær fer þetta fyrir hinn og nefndin, þess að það er fjölskyldunefnd, fræðslunefnd og sem líka til kjörna fulltrúa. Takk fyrir mig. Já, það kemur hérna spurning. Það er reyndar 2 bæjarfulltrúar sem að hafa kannski svör við því. Anna Sigríður Guðnadóttir og síðan Haraldur. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður bæjarfulltrúi. Þú ert með orðið, fyrsta mál. Forseti, að því að voru spurningar, vill ekki Haraldur bara taka það fyrst og svo kem ég bara eftir, eða? Já, það er það ágætis fyrirkomulag. Haraldur Sverrisson og síðan þá Anna Sigríður. Já, forseti, ég man nú ekki alveg röðina á þessu í smáatriðum, en þetta er þó allavega þannig að það er búið að það var tekið ábyggilega fyrir í bæjarráði og bæjarráði samþykkti það, ákvað það að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hefur vinnið við það og það var staðfest í bæjarstjórn og held í sama mund var framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs farið að koma á kynningarfundi með UNICEF, sem er svona sá sem að þau samtök sem halda utan þessa innleiðingu fyrir bæjarfulltrúa. Sú kynning hefur farið fram, hún fór fram. Það frestaðist nú að tafðist nú eitthvað út af þessu ástandi sem við erum í, því það var nú sterkur vilji bæjarfulltrúa að fá að gera þetta á svona, hvað segja, fundi þar sem að fólk sæti við sama borð. En þegar þetta dróst allt saman á langinn, þá var ákveðið að hafa fjarfund, þá var kynning á þessu innleiðingarferli af hálfu UNICEF og ráðuneytisins og síðan þar sem allir bæjarfulltrúar og helgi fulltrúar í fjölskyldunefnd voru viðstaddir. Framhaldinu var bæjarstjóri farið að ganga frá samkomulagi við ráðuneytið um þetta verkefni og við hefum gert það og greitt þann kostnað, held ég 500.000 sem átti hlýst. Annars sér ráðuneyti og UNICEF þetta verkefni ásamt allra okkar fólki og það er síðan verið að vinna því að fullu núna. Þannig að ég geti bara svarað því að verkefni er á full swing og það er búið að kynna þetta fyrir bæjarfulltrúum og ég held að það örugglega verið fulltrúar eða hvort það voru fulltrúar í lýðræðis- og mannréttindanefnd og fjölskyldunefnd sem voru það eins og fundi. Ég bara manna það ekki alveg. Geta kannski einhver munað það með mér sem eru hér á þessu fundi. Allavega var það bæjarstjórnar fólk. Þannig að ég lít svo á að þetta verkefni sé á fullum skríði og það er gert ráð fyrir því að Mosfellsbær verði orðið barnvænt samfélag á fyrri hluta ársins 2021. Það er svona markmiðið. Já, þá er komið að þér, Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Nú verð ég bara að viðurkenna að ég minnist þess ekki að hafa fengið þessa kynningu sem bæjarfulltrúi.
ég man ekki hvernig hann var, mér þetta mjög vænt ef að bæjarstjóri gæti fundið þá út, sko, og ég minnist þess ekki. Núna virðist sko verkefni vera komið sem sagt í hendur lýðræðis- og mannréttindanefndar sem alls ekkert sem náttúrulega eins og samkvæmt orðunum hljóðan lýðræðis- og mannréttindanefnd og þetta snýst lýðræðismál og mannréttindi, þannig að það kannski ekkert galið, en í plaggi sem fylgir þarna, sko, þá kemur fram að starfsfólk UNICEF og ráðuneytisins veiti umsjónarmanni og stýrihópi verkefnisins í Mosfellsbæ kjörnum fulltrúum og starfsmönnum ítarlega ráðgjafarfræðslu líkt og útlistaði hér að neðan. Fræðslan fer meðal annars fram á námskeiðum og með erindum sem skipulögð í samráði við umsjónarmann og svo víðir. Sko, nú má vel vera að þetta hafi algjörlega farið fram hjá mér. Ég ætla ekki að sverja fyrir það, en svona fræðsla þarf náttúrulega vera, sko, að mínu mati, sko, fyrir fleiri nefndir heldur en lýðræðis- og mannréttindanefndina, vegna þess að þetta verkefni má vera alltumlykjandi í okkar starfi. Þannig að sko, ég held að sé mjög mikilvægt að öðrum nefndum, og mér finnst ég nú að hafa heyrt Ölvi nefna fjölskyldunefnd og fræðslunefnd þarna áðan, sko, og ég segi nú bara að ég held að veit hún ekki það fyrir skipulagsnefnd að fá kynningu á þessu verkefni. Þetta ekki bara eitthvað sem einangrað, sem á að vera einangrað á hendi einhverju einna nefndar, heldur á þetta að vera í raun og veru vinnulag sem umlykur allt okkar starf. En ég vænti þess að bæjarstjóri svari mér þessu með hvenær ég mista þessari kynningu, sem að ég skammast mér mjög fyrir ef það rétt. Já, Haraldur Sverrisson, Já, sko, það verið í minni minningu að þetta hafi verið með þessum hætti. Ég var að senda skilaboð á Arnar til að spyrja nákvæmlega þessar spurningar. Hann hefur ekki svarað mér, en ég stend í þeirri meiningu að þessi kynning hafi verið fram. Eins og það var ég á einhverju kynningu og ég myndi að það hefði verið allir aðrir bæjarfulltrúar. Og svo ekki, og það mismunni mér, þá biðst ég afsökunar á því, en ég að grafast fyrir þetta og ég veit ekki hvort ég fæ það á fundinum eða undir þessu máli eða hvort ég verð þá að senda ykkur það sérstaklega. Orðið ennþá laust fyrsta málið, eða fyrra málið á dagskrá lýðræðis- og mannréttindanefndar. Það kemur enginn upp á þráðinn, spjallþráðinn. Þá göngum við til atkvæða þessa fundargerð. Þessi staðfesta hana þið beinir rétt upp hönd. Samþykkt með 9 atkvæðum. 3. nóvember síðastliðinn var haldinn fundur í menningar- og nýsköpunarnefnd Mosfellsbæjar. Það var fundur númer 23. Þar voru 4 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það biður enginn orðið. Jú, þarna kom nafn og það bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson sem við beðum orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, ég veit nú ekki, ég ætla nú bara að ræða sko þessi hátíðarhöld öll sömum. Það hefur verið rætt, ef ég má forseti svona ræða fyrsta og annan lið saman, þetta svona hangir saman. Já, það alveg rétt. Það hangir saman. Gjörðu svo vel. Og hvort að, sko, við vonum náttúrulega að geta haldið þessar hátíðir allar eins og venja en eitthvað B-plan hjá bænum ef að kemur eitthvað upp á að þessum dögum sem framundan eru, þessum hátíðisdögum, varðandi svona uppákomur eða þannig að spurning hvort að einhver áhöld eða umræður hafa verið innan bæjarins það bæjarstjóri. Fresta jólunum? Já, það er svo vel, Haraldur Sverrisson. Það er rætt annars staðar. Já, takk. Já og nei kannski svarið, sko. 13. Ég held að það sé nú eitthvað, það sé nú flókið að finna upp eitthvað B-plan fyrir hann, sko, og þetta er náttúrulega mjög fjölmenn samkoma og það sem gerir hana fjölmenn nákvæmlega það sem gerist á þeim stað þar sem hún er haldin, annars Alva brennan og flugeldasýningin.
Ég held að engum hafi dottið í hug neitt sérstakt B-plan fyrir það, en annarkvort verður þessi atburður eða ekki, og ef ég var nú að tala alveg svona minn grunn, þá finnst mér nú ólíklegt að það verði búið að aflétta fjöldatakmörkunum þessum hætti að 13. hátíðarhöldin geti farið fram, bara því miður, og ef að þau verða komin upp í 200, sko, við getum ekki haft það sem einhvern hrattaðisvinning fyrir bæjarbúa, held ég, að fá að mæta á 13. gleðinni, annarkvort er þetta held ég fyrir alla eða engan, sko, en hvað það varðar. Hins vegar varðandi, sko, svona aðventuna til að mynda og jólatrés tendringu, þá hefur verið rætt sko, svona einhverja variasjónir til þess að gera það, og þá fyrst og fremst til þess að gleðja yngstu kynslóðina, þá leikskólabörnin. Ef það verður ennþá í gildi, sem að líklegt nú fjöldatakmarkanir, þá var svona, hefur það minnst kosti verið rætt að leikskólabörn geti komið og tendrað jólatréð svona í hollum, eða allavega heldur svona í hópum sem eru þá innan takmarkanina. Auðvitað er þetta náttúrulega, ef það er kannski mestu ánægjan af þessum atburði, þó að atburðurinn sé ánægjulegur fyrir alla og hátíðlegur og jólalegur, en það voru sjálfsagt kannski þeir sem vildi fyrir mestum vonbrigðum að það geti ekki sé ljósin á trénu og hvað fallega kvikna væri það sá aldurshópur. Þannig að það hefur rætt það að gera einhvers konar viðburð þar sem leikskólabörn geta komið ein og sér eða í fylgd með sínum leikskólakennurum og starfsmönnum leikskóla, og við getum verið með svona nokkrar tendranir kannski yfir daginn til þess að gleiða þau. Já, það er einn bæjarfulltrúi búinn að biðja þriðja mál. Er eitthvað sem vill ræða fyrsta og annað mál saman? Svo virðist ekki vera. Þá er umræðum þetta mál, eða þau mál lokið að sinni. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú varst búinn að biðja orðið þriðja mál sem heitir Samstarf almenningsbókasafna á höfuðborgarsvæðinu. Gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir forseti og ég þakka bæjarstjóra fyrir síðasta svar. Ég er mjög spenntur fyrir þessu að það sé þarna komið hugsanlega tækifæri að vera með eitt kort sameiginlegt bókasafnsskírteini á höfuðborgarsvæðinu, og það er ljóst að það verður tekið í notkun væntanlega á næsta ári, og það er þá í þessu landskerfi bókasafna HF. Þannig að ég fagna þessari þróun, og í ljósi þess að ég hafði nú haldið sko að þetta væri komið fyrr vegna tæknina, að hún er löngu komin til þess að gera þetta, en þetta er að koma núna 2020, en þessu ber að fagna og þetta sé eitt skírteini yfir allt og auðveldi þannig allavega passar upp á plásið í veskinu að það sé ekki mörg kort þar inni, en ég vil bara árétta þetta og fagna þessu. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel, þú ert með orðið, bæjarfulltrúi. Já, sko, í fyrsta lagi þá náttúrulega eru þetta almenningsbókasöfn sem eru rekin af sveitarfélögunum, og það er alveg þannig að það eru íbúar sveitarfélagana sem fá kort, sem sagt, eru aðilar að þessum söfnum. Síðan vil ég benda á, bara halda til haga, að það hefur verið gott samstarf á milli bókasafnsins í Mosfellsbæ, Borgarbókasafns Reykjavíkur og bókasafnsins á Seltjarnarnesi svona samstarf akkúrat. Ég geta farið hér á safnið, panta bók sem að Borgarbókasafn á, hún hefur komið hingað í safnið og ég náði hana þangað. En þarna er verið að tala um útvíkkun af þessu samstarfi, og svo bara eitt, og ég ætla ekki að þreyta ykkur mjög mikið með smáatriðum. Landskerfi bókasafna er náttúrulega löngu tilkomið, þetta fyrirtæki sem sér bókasafnskerfi sem notað af langflestu bókasafni landsins, og ástæðan að það er verið að nefna það sérstaklega núna er að við erum að skipta kerfi, það er verið að breyta bókasafnskerfi, og þegar að nýja kerfi kemur sem að mann ekki alveg dagsetninguna hvenær það er væntanlegt en
þá opnast ýmsi möguleiki meðal annars þessi hérna og ég nú bara eiginlega vona að það verði ekkert kort í veskjunum, það verði bara svona rafrænt allt saman. En ég ætla ekki að tala meir bókasöfn, bókasöfnskort og svona við ykkur, þegar maður á ekki að blanda sínu faglega prívatlífi inn í þessa fundi of mikið. Já, en Kolbrún, þú vilt tala bókasafnskort, samstarf bókasafna. Og þarna kom upplýsingafræðingurinn sterkurinn, sko. Það fær ekki hver sem svona upplýsingar á bæjarstjórnarfundi. Takk fyrir þetta, Anna Sigríður. Þú ert hafstjór fróðleiks bókasafn. Heyrðu, en ég bara, akkurat að því við erum að tala bókasafnið og sérstaklega okkar frábæra bókasafn í Mosfellsbæ, þá verði ég eiginlega að fá orðið og ræða það og hvað þau hafa staðið sig vel og þetta bókasafn í þessu COVID ástandi. Og þetta bara verða, sko, aðalstaðurinn í Mosó, það er bara Baríón og bókasafnið, þetta er bara, þarna lykkist fólk að fá sér að borða og svo bara fá bækur að láni og það er sko þvílíkt talandi að mæta sko fólki í ástandinu. Þá ég líka séð á hérna þessum Facebook síðum okkar Mosó og þeir fá mikið hrós og fólk er ánægt og ég get ímyndað mér hvað þetta skiptir fólk miklu máli sem er heima hjá sér og tala ekki sem er kannski heima með fólk sem kannski með einhver undirliggjandi sjúkdóma og eitthvað slíkt, alls konar aðstæður hjá fólki, að geta rölt þarna upp yfir og sótt sér bók sem hefur verið pöntuð. Ég vil bara taka fram núna og hrósa okkar frábæra starfsfólki á bókasafninu og hvað við eigum æðislegt bókasafn. Ég aldrei komið hérna, kannski einu sinni fram áður og sagt og hrósa þessu bókasafni, hvað það er að standa sig vel. Og svo náttúrulega líka fagna ég þessari breytingu og eins og okkar sérfræðingur í bókasafnsmálum tilkynnt og sagði okkur að þetta er náttúrulega kerfi sem að sveitarfélögin reka bókasafnin og þarna verið að skipta kerfi og eins og þið sjáið í þessu bréfi, þetta er allt konur, það er svona mjög svona hóværar og þetta mun ekki kosta sveitarfélögin neitt og það er aldrei, sko, það er alltaf passað på þetta að vera halda utan þessi bókasafn eins og hægt er, þetta er lögbundin þjónusta sveitarfélaga að hafa opið bókasafn og þannig að mér finnst þetta alltaf bara okkar bókasafn vera þvílíkt að stíga fram og stíga endalaust flott skref í rétt átt. Þannig ég vildi bara segja það. Já, Anna Sigríður, gjörðu svo vel, þú ert með árið. Já, takk fyrir, ég bara get ekki orðabundis, ég verð að fá að tala tvisvar undir þessu, vegna þess að ég náttúrulega bara gleymdi einmitt að ræða það sem bæjarfulltrúi Kolbrún var ræðið, ég fór svo mikið að hugsa nýja landskerfið, að það er alveg satt, það er ótrúlega öflugt og gott starf á bókasafninu, auðvitað er það sko snarbreytt frá því sem það var, en þarna er greinilega fólk sem er skapandi og finnur leiðir og ég vil bara taka undir það hrós sem að bæjarfulltrúi Kolbrún bar hér fram til starfsfólksins á bókasafninu. Það er stendur sér virkilega vel í stykkjunni til þess að auðvelda bæjarbúum lífið í þessu ástandi. Og svo hvet ég ykkur bara til að nota ókeypis aðgang ykkar að bókasafni Mosfellsbæjar því það er ýmsir dýrgripirnir þar hægt að fá að láni og lesa og það auðgar andann og eykur vellíðan og ég veit ekki hvað og hvað, takk. Já, nú er enginn að mælskrá og forseti lítur svo á að við séum tilbúinni að greiða atkvæði þessa fundargerð. Þetta er sem sagt menningar- og nýsköpunarnefnd. Fundur með 23 frá 3. nóvember. Þessi staðfesta þessa fundargerð, henni er benn rétt upp hönd, 9 hendur á lofti og þá förum við í skipulagið. Það eru enda 2 fundargerðir frá skipulagsnefnd. Aðalmunurinn svona útlitslega séð það er 1 mál á fyrri fundargerðinni en 10 mál á hinni. Tökum fyrst fyrir fundargerð frá skipulagsnefnd Mosfellsbæjar frá 30. október. Það var eins og ég sagði 1 máli, það er heldur betur stórt, það er heildarendurskoðun aðalskipulags og það er þegar einn á mælendaskrá, það er formaður skipulagsnefndar, bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Ég vildi bara rétt fjalla stuttlega fundargerð skipulagsnefndar nr. 526, heildarendurskoðun aðalskipulags. Þarna var á ferðinni
fundur sem að auka fundur í skipulagsnefnd sem er út af endurskoðun aðalskipulags. Við vorum búin að fresta þessum fundi í tvígang vegna þess að þarna átti að halda vinnufund frá klukkan 7 á morgni til klukkan 1 á hádegi. En það var því miður ekki hægt vegna þess að það var samkomubann og starfsmenn umhverfissviðs megi ekki hittast. Þannig að við ákveðum að fresta þess ekki lengur vegna þess að þetta var orðið komið í smá tímahrak hjá okkur og ákveða að halda hana fundur rafrænt og þarna var að ræða það sem var farið yfir áherslukafla og markmið gildandi aðalskipulags og farið svo í gegnum kannski svona komandi vinnu fyrir endurskoðun aðalskipulagsins og þarna voru fulltrúar frá Arkís arkitekta sem að vinna með umhverfissviði að endurskoðun aðalskipulags ásamt skipulagsnefnd auðvitað og auðvitað voru þarna starfsmenn umhverfisins Mosfellsbæjar. Ég vildi bara vekja athygli á þessum fundi og þeirri vinnu sem núna komin á fullt varðandi endurskoðun aðalskipulags. Það verða haldnir fleiri svona sérstakir fundir í skipulagsnefnd með hinum ýmsu hópum sem að koma að þessu og það verða einnig haldnir íbúafundir varðandi endurskoðun aðalskipulags og það er meiningin að klára þessa vinnu á yfirstandandi kjörtímabili. En mig langaði bara að benda á þessa vinnu sem á fullu í gangi og líka langaði mig að þakka sérstaklega starfsmönnum umhverfissviðs fyrir að breyta þessum fundi sem var svo mikið auðvelt yfir í rafrænan fund vegna þess að þetta átti að vera svona gula miða fundur þar sem við varum að koma með hugmyndir og annað slíkt en fundurinn gekk framar vonum, svo ekki sem vera sagt, það var mjög góðar umræður, hann var ekki langur eins og við hefðum verið sittandi saman í einu rými en hann var mjög gagnlegur og meðlimir skipulagsnefndar fá sérstakt hrós fyrir sína vinnu á þessum fundi ásamt auðvitað starfsmönnum Arkís og Mosfellsbæjar vegna þess að þetta gekk miklu betur heldur en áttum vona sem svona rafrænt vinnufundur, mjög góðar umræður, mjög góðar tillögur og það verður áhugavert að halda áfram þessari mikilvæga vinnu sem endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar. Takk fyrir. Já, það tveir bæjarfulltrúar á mennska núna og það næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk fyrir þetta og takk fyrir formaður skipulagsnefndar fyrir innleggið. Ég var bara að velta, það eru tvennt sem ég að huga að í þessu efni. Í fyrsta lagi erum við að tala náttúrulega þessa breytingu á aðalskipulagi sem það fengi einhverja kynningu eða einhver kynning hafa átt sér stað og þá spurningin hvers eðlis var kynningin, var það einhver kynning sem við fengið eða var þetta kynning á einhverju öðrum toga. Þannig ég bara að spyrja vegna þess að ég sé ekkert viðhengi hvort það sé einhver gögn sem að væri hægt að komast í eða hvort það hafi ekki verið tiltæk á þessum tíma og hvort að kynningin hafi verið almenns eðlis í staðinn fyrir að fara með einhverja glærusjó eða eitthvað slíkt. Þetta nú fyrsta spurningin. Önnur spurningin snýr kannski að kostnaðarhliðinni við þetta. Skipulagsnefndin þarf að vinna stórt verk og þetta mikil vinna sem og ég tek undir það með formanninum að starfsmenn eiga hrós skilið fyrir að hafa undirbúið þennan fund til þess að koma þessu af stað og halda þessu áfram. Það er ekki heglum helt að fyrsta lagi að kalla fólk saman og annað slíkt en þetta svona þessi hlutir sem ég var að velta fyrir mér í ljósi þess að aðalskipulagsbreyting náttúrulega þarf alltaf að taka endurskoðun en við getum svo sem rækta undir fjárhagshliðinni síðar hvað þetta mikið fjárframlag en af því að við erum með þetta hérna hvort að það sé á reiðum höndum einhverjar smá upplýsingar það en ég alveg sátt við það að það færist til seinni tíma að skýra það út en þarna komu fundargestirnir Edda Kristín Einarsdóttir og Björn Guðbrandsson frá Arkís og kynntu eitthvað fyrir fundamönnum og ég óska bara vinsamlegast eftir kannski smá punktum frá formannunum það. Takk fyrir. Ásgeir Sveinsson, það var beint spurningum til þín, þannig að það er rétt að gefa þér orðið til að svara þeim spurningum. Takk fyrir það, forseti. Takk fyrir það, forseti. Sjálfsagt að svara því. Þarna fór fram kynning, þarna voru svona punktar frá Arkís sem að
koma til með að leiða þessa, teymi frá þeim kemur til með að leiða þessa vinnu við endurskoðun aðalskipulags. Og þetta var bara svona punktar sem voru þá að kalla fram umræður og svona mögulegar hugmyndir og hvert við myndum svona stefna í þessu, varðandi mögulega kafla og annað slíkt. Ég skal bara kanna það hvort að það sé ekki hægt að setja það undir málið, þá kynningu innan gæsalappa, og þá myndi hún bara vera sett undir málið sem fundargagn. Þetta var svo sem ekki formleg kynning, heldur svona glærur til þess að styðjast við. Það var bæði verið að skoða núverandi aðalskipulag, hvað stóð í því, og það var verið að skoða líka svona hvað þyrfti að breyta varðandi í endurskoðunni, vegna þess að það mögulega búið að breyta skipulagslögum og svo framvegis. Þannig að en ég skal bara kanna það hvort að það sé nokkuð vandamál að koma því undir málið. Það er nefnilega ekki komið endanlega á hreint hversu víðamikið þetta starf er. Við erum í svona þróunarferlinu þar og erum svona í skipulaginu þar, vegna þess að það er í gildi mjög gott aðalskipulag Mosfellsbæjar sem að stendur að mörgu leyti mjög vel fyrir sínu, og við erum ekki að fara að kasta því neitt fyrir róða, vegna þess að það sem verður bara gert, það verður skoða hvaða kafla þarf að endurskoða, og aðrir verða bara að sjálfsögðu látnir standa, þannig að heildar svona umfang vinnunar liggur ekki ennþá fyrir. Varðandi fjárhaginn á þessu verkefni, þá er gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun bæði fyrir árið 2020 og síðan fyrir 2021, og það er þá bara að fá upplýsingar um það hvernig staðan er á því hvað er búið að merkja inn á lykla sérstaklega fyrir þetta. Ég bara þekki það ekki nógu vel. Vona þetta svari. Takk fyrir. Já, Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi. Já. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég er bara örstutt, ég ætla bara að taka undir með formanni skipulagsnefndar. Þessi fundur var bara virkilega góður. Og það var alveg eiginlega bara undravert hvað tósta umbreytunum, eins og hann sagði, úr venjulegum fundi þar sem við mætum og yfir í rafrænan fund, og bara þakkir til umhverfissviðsins og Arkís fyrir það. Þau lögðu þetta upp, og ég ætla ekki að hafa fleiri orð um það, að formaðurinn búinn að fara svona í gegnum út af hvað fundurinn gekk og svo framvegis, en ég vil bara taka undir það. Þetta var bara fínasti vinnufundur og vitjar gott í framhaldinu. Takk. Já, fínasti vinnufundur, og það verður örugglega fleiri þessu mikla þarfa verkefni. Enginn á mælendaskrá, þannig að forseti lítur svo á að við getum greitt atkvæði niðurstöðu fundarins þetta eina mál. Bennir réttu bönd þessi staðfesta þessa fundargerð frá skipulagsnefnd, samþykkt með 9 atkvæðum. Síðan leið vika og þá hittist skipulagsnefnd aftur 7. nóvember síðastliðinn, og það var nú fleiri mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs, þannig að ég lít svo á að við getum gengið til atkvæðagreiðslu, og við göngum til atkvæða fundargerð skipulagsnefndar nr. 527. Þeir sem staðfesta hana eru Bennir á réttu hönd, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að umhverfisnefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 29. október síðastliðinn. Það var fundur númer 213. Forseti gefur orðið laust. Já. Ég var að biðja orðið, ég vildi hafa þetta formlegt þannig að ég er mælendaskrá núna og langar bara aðeins að tala fyrsta málið, stigagöngulið í Mosfellsbæ. Mosfellsbær og skátafélagið Mosverjar
Þarna kom stöðuskýrsla og Ævar Aðalsteinsson verkefnastjóri og fulltrúi Mosfjarðar mætti á fundinn og mig langar bara svona almennt að tala um þessar stingu gönguleiðir sem hafa nú heldur betur verið notaðar núna undanfarna mánuði. Mig langar nú bara að lesa hérna upp bókun nefndarinnar eða niðurstöðu nefndarinnar að hún var svohljóðandi að nefndin undirstrikaði mikilvægi útivistarsvæða sem lýðheilsumál sérlega á tímum sem þessum. Sérstaklega það sem áhugi og notkun gangandi og hjólandi vegfarenda hefur margfaldast. Þetta vildi ég segja og ég sé að fleiri eða bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir hefur beðið orðið. Þetta mál, Anna Sigríður, eða ekki? Anna Sigríður, þú ert með orðið. Já, takk, forseti, ég bara stundum eins og einhver vandræði því ég er með 2 skjái að bendillinn vill stundum ekki hlýða mér. Já, þú ert ræða þetta mál, eða ekki? Já, ég verði að þetta mál og ég er áheyrnarfulltrúi í þessari nefnd og sat undir þessari kynningu sem var öldungis ljómandi þegar tæknin komst í lag. Það er náttúrulega, hefur verið náttúrulega unnið og sérstaklega náttúrulega að vekja athygli á þessum á þrepunum upp í Úlfarsfelli, sem sagt upp af Skafhólabrautinni sem er náttúrulega bara frábær vinna, en þá kom líka fram í þessari kynningu að það þarf að fara að halda við stígum. Þetta er ekki verkefni sem er bara búið, heldur þarf að halda því við jafnt og þétt og það kom mjög skýrt fram í máli Ævars og það voru líka kynntar hugmyndir önnur verkefni og dálítið annars konar verkefni og meðal annars var eitt af því sem var nefnt, það var í rauninni að fletta í kynningunni, sjá hvort ég geti lesið beint upp en þetta bara gengur allt svo hægt hjá mér að ég get það ekki. En það var varðandi það að setja í Mosfellið svona braut fyrir torfæru hjólreiðar sem að mér skilst að sé búið að ræða við fólk þar og það eru örugglega einhverjir sem hafa gaman af því, ég trúi því, en mér finnst mjög mikilvægt þegar verið að gera svona hluti að þá aðskilja, ef þú ert að gera stíga eða leiðir fyrir til að nota einhvers konar faratæki á eins og reiðhjól eða eins og í þessu tilfelli eða einhver velknúin hjól, að þá er mjög mikilvægt að aðskilja stíga fyrir gangandi vegfarendur og svo fyrir þá sem nota annan faraskjóta en 2 jafnfljóta. En þetta var bara mjög áhugaverð kynning og mjög margt búið að gera en greinilega ýmislegt sem að þarf að halda áfram við og gera nýtt. Takk. Já, orðið er laust fyrsta málið sem að bæjarfulltrúi Anna Sigríður var að ræða þarna og kveðið svo engi hljóðs. Umræðan lokið fyrsta mál, þarna voru 6 mál á dagskrá, orðið er laust einhver önnur mál þar. Forseti var að biðja hérna orðið og það er 4. málið sem langar aðeins að ræða. Í boðaðri dagskrá er þetta titillinn Mosfellsheiði, matsáætlun umhverfisáhrif af 200 megawatta vindorkugarði. Þetta er risastórar vindmyllur og risastórt verkefni og ég vildi bara vekja athygli á niðurstöðu umhverfisnefndar. Þetta mál hefur nú verið til umfjöllunar í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar, þar sem því var meðal annars mótmælt að Mosfellingar hefði ekki komið fyrr að málinu þegar var verið að gera könnun á fýsileika þess að byggja hér vindorkugarð upp á heiði. Það er raun og umhverfisnefnd tók undir þessa bókun, þetta er löng bókun þarna og nú samhljóða bókun skipulagsnefndar.
bara svo ég tala almennt þetta mál, þetta sem sagt snýst það að þarna eru fjárfestar aðilar sem hafa á að reisa þetta vindorkugarð ekki innan sveitarfélagsmarka Mosfellsbæjar, þeir eru rétt austan við mörkin, náttúrulega af einhverjum ákveðnum ástæðum. Þeir eru í sveitarfélaginu Ölfusi og Grímsnes og Grafningshreppi og svona, hvað að segja, norðvestan við Hengilinn eða þar. En þetta næri alveg að sveitarfélagsmörkum Mosfellsbæjar og öll þau áhrif sem að koma að þessum vindorkugarði ef hann verður reistur snúa alveg jafn mikið að Mosfellingum eins og Ölfusingum eða Grímsnesingum eða Grafningsmönnum. Þetta er auðvitað ein heild Mosfellsheiðin og hefði þurft að standa kynningunni þannig en nú við að sjá hvað setur, hvernig þessu framvindur en þetta hefur nú verið dálítið í umræðu meðal eins og þetta flug öryggi. Því þetta er nú engin smá smíði svona og vindmyllugarður og sjónræn áhrif þetta og fleira. Þetta er líka fuglalíf og fleira. Ég vildi vekja athygli á þessu og ég sé að Anna Sigríður Gunnardóttir hefur beðið orðið þá þetta mál. Væntanlega, gjörðu svo vel Anna Sigríður. Takk fyrir forseti. Ég ætlaði einmitt að vekja athygli á þessu sama enda sat ég líka undir þessu máli eins og hinu málinu. Þetta var töluvert rætt en ég lagði nú bara til inn á svona nefndarfunda við að í staðis að umhverfisnefndar færi að reyna að semja sína eigin bókun og þá myndum við bara taka undir mjög efnismikla og góða bókun skipulagsnefndar í þessu máli. Því þetta auðvitað, það er náttúrulega bara í raun og veru hneykslanlegt að það skuli ekki, að Mosfellsbær hafi ekki verið kallaður að borðinu fyrr, sem sagt, hvað þetta varðar. En svo er en til viðbótar það sem að forseti nefndi fugla og jafnvel flug, þá fylgir þessu töluverður hávaði skilst mér og svo er það hitt að það eru bara mikil áhöld það hvort okkur vantar okkur svona miklu auka raforku. Það er hér hef ég, við höfum séð í fjölmiðlum menn sem að eiga gerst að vita þessi raforkumál okkar og það er ekki að skilja að við séum í einhverju mikilli höng með raforku. Þannig að það verður bara mjög áhugavert að fylgjast með þróun þessara vindorkugarða og mér skilst að það út all land séu menn að sækja pláss fyrir vindorkugarða og búa sér eitthvað í haginn fyrir í framtíðinni þar sem hægt að kassa inn og hagnast eitthvað á þessu en þetta verður bara áhugavert en ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir sveitarfélög eins og okkar að bara standa í lappirnar og gæta sinna hagsmuna og vera alveg fullkomlega með puttan á púlsinum í þessari umræðu allri. Takk. Já, það er enginn að mældarskrá þannig ég lít svo á að umræðum svo lokið þetta mál. Horfður ennþá laust eitthvað annað mál, 6 mál þarna á dagskrá. Við enginn orðið. Þannig að við göngum þá við atkvæða þessa fundargerð, þeir sem staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér benna réttu hönd, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að 2 fundargerðum frá ungmennaráði Mosfellsbæjar. Þeir funduðu hér 20. október og síðan aftur 3. nóvember. Á fyrra fundinum sem var nr. 56 var 1 mál á dagskrá, kynning á stjórnsýslu bæjarins. Og forseti gefur orðið laust. Það kveður svo engin hljóðs og þá er umræðan lokið og við greiðum atkvæði þetta og þessu staðfestu fundargerðin er bara réttu hönd. Annars Sigríður var líka þarna hjá. Og seinni fundargerðin, þar voru reyndar 2 mál á dagskrá. Þar hefur Kolbrún Þorsteinsdóttir beðið Anna Sigríður var á undan fyrirgefið. Anna Sigríður Gunnardóttir fundargerð, eitthvað mál á fundargerð ungmennaráðs frá 3. nóvember. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður, það hefur trúið. Heyriði í mig núna? Já, ég vel. Já, ég ætla bara, takk fyrir forseti, ég ætla bara að fagna því að ungmennaráð skuli vera
komið aftur til starfa, það leið ansi langur tími sem að ungmennaráð starfaði ekki og það til vansa og ég held að það þurfi aðeins að svona skerpa á því innan stjórnsýsluna hjá okkur að þeir sem sinni ungmennaráðinu svona sko búið þannig hnútana að það verði ekki löng hlé á fundahöldum hjá ungmennaráðinu en á þessum fundi þá fóruð þið yfir starfsskýrslu félagsmiðstöðvanna og mér finnst, ef ég þá ég bara væntanlega að tala númer 2 af því að mér finnst mjög jákvætt að fulltrúarnir í ungmennaráði þeir fá þarna starfsskýrslu félagsmiðstöðva sem við vísuðum til þeirra og þau sýna þetta mikið frumkvæði því þú óska eftir að fá kynningu á því hvernig til hefur tekist að ná til unglinga og ungmenna með rafrænu félagsmiðstöðum. Þau eru ekki bara að láta mata sig okkur svona skýrslu þau segja, hey, við viljum fá að vita aðeins meira þetta og það finnst mér mjög jákvætt og vonaðu þau þurfi ekki að bíða og lengi eftir því að fá þessa ósk sín uppfyllta þá könnun. Svo held ég bara að láta þessu loki en þetta endaði á að vera umræða það mannamál. Takk. Kolbrún Þorsteinsdóttir, ungmennaráð, númer 57. Já, takk forseti. Gjörðu svo vel. Ég vil líka kannski byrja því að nefna að það einmitt sko og svona, kannski sómi hvers sveitarfélags að hafa gott ungmennaráð starfandi. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og mikil áhersla lögð á það í dag. Og ég sá einmitt að það birtist auglýsing ungmennaráðið varðandi þátttöku í ungmennaráðinu hjá okkur, þannig að það eitthvað meira lifni yfir starfinu og sem við eigum náttúrulega bara samkvæmt lögum að hafa í gangi. Og tek undir þetta sem að bæjarfulltrúi Anna Sigríður sagði þetta að þetta er mikilvægt og við megum ekki láta þetta lognast út af og ég svo sem óttast ekki að það gerist en við þurfum náttúrulega kannski einmitt að starfsfólki haldi svolítið vel utan þetta ráð en mér langar kannski líka til að vekja athygli á þessari starfsskýrslu félagsmiðstöðvanna og kannski að segja það ekki bara hér á þessum fundi hvað það er ótrúlega öflugt starf í okkar félagsmiðstöð, Bólinu og hvað þetta er flott starfsskýrsla og mér langar forseti að kannski má ég lesa örlítið upp úr skýrslunni, bara örlítið varðandi hvernig félagsmiðstöðvarnar eru að bregðast við COVID ástandinu. Má ég gera það? Gjörðu svo vel. Þetta er 11 blaðsíðna skýrsla og ótrúlega vel sett fram og hvað starfið í þessum félagsmiðstöðum hefur blómstrað undanfarin ár og hvað er frábærlega vel haldið utan félagsmiðstöðuna Bólið og hvað bara frábært starfsfólk sem vinnur þarna. Og hérna stendur, þegar að COVID skall á þá þurftum við að hugsa hvað best væri að gera í ljósi nýrra viðmiða. Þá lögðum við megináherslu á þjónusta unglinga í gegnum netið. Farið var af stað með rafræna félagsmiðstöð og gerðar voru hinar ýmsu tilraunir með notkun internetsins. Að mestu notuðust við samfélagsmiðlinn Instagram sem var okkar aðalsamskipta vettvangur við unglingana og þar var starf sem okkur auglýst og stór hluti starfsins fór fram á þeim vettvangi. Ef einhver með geggjað hugmynd sem viðkomandi vill gera og vera með auka opnin eða taka þátt eða hvað í gangi, endilega láta okkur vita. Þannig mér finnst þetta, þau eru komin dálk í Mosfelling og þau eru náttúrulega á Facebook og Snapchat út allt og svo bara þetta klubbastarf í þessari félagsmiðstöð algjörlega til fyrirmyndar. Og þarna kemur líka fram í skýrslunni, af því að ég hafa greinilega komið upp með mig, ég hafði ekki búin að lesa þessa skýrslu áður fyrir fræðslunefndarfundinn, að foreldraröltið, eins og þetta að fara af stað með foreldrarölt sem er samstarfsverkefni foreldrafélaga og félagsmiðstöða. Og hérna kemur fram að það gengi alla föstudaga frá kl. 21:45. En þá vitum við það. Og þetta og þau eru meiri segja sko í einhverjum Evrópuverkefnum og Evrópusamstarfi. Og ég veit ekki hvað og hvað sko. Þannig að þetta er bara, svo náttúrulega allar uppákomurnar sko, það eru óteljandi. Og hérna er sérstakt hópastarf fyrir stráka í 7. bekk.
Ég held að það veitir ekki á því að svona gott utanumhald en það gengi. Og þannig að ég finnst þetta bara svo algjörlega til fyrirmyndar og það er gaman að sjá hvað þessi félagsmiðstöð sko blómstrar með hverju árinu sem líður og láti sér það er ekkert þeim óviðkomandi, hvort sem að kynfræðsla eða sportnámi einelti eða hvað það er. Þetta er algjörlega til fyrirmyndar það sem ég myndi segja takk. Já, orðið laust þá bæjarfulltrúar þessa fundargerð, seinni fundargerð ungmennaráðs. Það er enginn hér á mælendaskránni og við erum bara öll ánægð með það að það sé gott lífsmark með þeim. Ég sé að þetta eru 9 manns á öðrum fundinu, það er jafnmargir og í bæjarstjórninni en Anna Sigríður var búin að biðja um orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Var ég búin að biðja um orðið? Já, mér finnst, þetta var... Ég var greiða atkvæði, ég ætla bara ekki að láta bíða eftir mér núna. Já, ég misskildi algjörlega handauppréttinguna. En við, göngum þátt atkvæða þessa fundargerð. Þeir sem að staðfesta hana eru bennir rétt upp hönd og samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að því að ræða næsta mál sem flokkast undir almennt erindi og það heitir, ég þarf nú að lesa titilinn, það er 13. mál á dagskrá. Það er titillinn er hljóðandi samþykkt stjórn Mosfellsbæjar breytingar. Lögðu fram tillögu breytingu og samþykkt stjórn Mosfellsbæjar samanber meðfylgjandi minnisblað, það fylgdi þetta minnisblað með í fundargáttunni. Og það er lagt fram tillögu sem við þurfum að greiða atkvæði hér á fundinum en ég ætla fyrst að gefa orðið laust. Það er nú enginn búinn að tilkynna sig til leiks í þeim efnum þannig að ég lít svo á að við séum tilbúinir að greiða atkvæði tillögubreytingu eins og hún birtist í þessu minnisblaði sem á fyrir fundinum og þeir sem eru því fylgjandi eru bennir rétt upp hönd. Það eru 9 atkvæði. Þá er hér kaflaskil í fundinum okkar því að nú förum við í fundargerðir sem eru eingöngu til kynningar, ekki til atkvæðagreiðslu. Þær eru 8 að þessu sinni. Byrjum á byggingafulltrúanum. Það var haldinn fundur þar fámennur og fá mál. Það var númer 414. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og sá sú fundargerð lögð fram. Síðan var komið af afgreiðslufundi byggingafulltrúa númer 415. Það var fleiri mál á dagskrá, 13 mál. Forseti gefur orðið laust. Engin hvað sé hljóðs og þá er hún lögð fram. Næst förum við í fundargerð frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það er fundur númer 890, hvorki meira né minna. Fundur var haldinn 30. október síðastliðinn og þar voru 33 mál á dagskrá. Það tók þó ekki nema rúmlega 2,5 klukkustund sá fundur. Sjálfsögðu fjárfundur og fólk af öllu landinu. Og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Enginn kveður sig hljóðs og þá er hún lögð fram. Sveinn Óskar, þú varst að biðja orðið þessa fundargerð, er það rétt? Já, ég Gjörðu svo vel. Varðandi fundargerðina þarna, Samband íslenskra sveitarfélaga. Já, gjörðu svo vel. 30. október, föstudag 30. október og þarna ég nú bara spyrjast fyrir sko, ég sé nú ekki neitt sem hér er á okkar fundi hafa mætt þarna. Þetta er sko Samband íslenskra sveitarfélaga, þarna er fólk af öllu landinu. Þetta er ekki SSH. Ég á við það sko. Já. Að ég vildi bara kanna hvort að ég þekkti eitthvað sem að ég geti lagt orð til en ég vildi ræða annan dagskrálið. Já, fundir Jónsmessunefndar. Já, fundir Jónsmessunefndar. Ég finnst það sem voðalega lítið
fjallað hvað kom fram þarna undir þessum dagskrárlið og þetta er sambandið samstarfsnefnd, þetta er samstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga. Og mér langar að við blanda þessu sama við stöðuna í sambandi íslenska sveitarfélaga annars vegar og þá okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu og síðan ríkisins. Það hefur verið mikið rætt á almennu vettvangi að það sé eitthvað styrleiki þarna og ég vildi bara kanna það hjá bæjarstjóra. Það sem að þessi nefnd náttúrulega heyrið á undir þetta samstarf sem slíkt. Það er náttúrulega líka samstarf milli SSH og ríkisins sem við þekkjum, en veit hann til þess að Jónsmessu nefndin sé að ná einhverjum árangri hvað varðar þessi hjúkrunarheimili. Við vitum að við erum að ná einhverju lendingu með okkar hjúkrunarheimili, en bara almennt séð yfir heildina eitthvað sem að hann getur bætt við þetta sem að nú hálf fátæklegt þarna í þessari fundargerð, og það er kannski til ómikils mælst fyrir hann að útskýra það sem hann sat ekki fundin, eða máls samkvæmt, en það sem hann veit stöðuna í Jónsmessunefndinni, það væri gott að fá að heyra það, ef að það er eitthvað sem gæti bætt við þetta. Takk fyrir mig. Já, Haraldur Sverrisson, það var beint spurningu til þín Jónsmessunefndina. Það er annað mál á dagskrá. Já, forseti. Ég held ég verið því miður að segja það að ég get nú orðið á litlu liði í þessu, sko. Ég er reyndar varamaður í stjórn sambandsins, en satt ekki þennan fund og það var dálítið síðan ég satt fund sambandsins. Ég sitið einn fund á þessu ári. En sko, ég veit ekki hvaða umræður eða hvort einhverjar umræður átt sér stað hjúkrunarheimilismál þarna á þessum fundi eða yfirleitt á fundum Jónsmessunefndar. Ég hef ekki fengið neinar skýringar eða upplýsingar á það hvað þarna fór fram. En bara hvað varðar hjúkrunarheimili, sko, þá vil ég bara ítreka það. Ég held að það sé nú svo sem ekkert búið að lenda því hvað varðar Mosfellsbæ endanlega. Það er jú búið að lenda því að það er farið á stað sem betur fer stækkun heimilisins, en það á eftir að taka umræðan það og hver mun svo reka þetta hjúkrunarheimili í stækkari mynd. Og ég mæli ekkert sérstaklega með því að það verði á hendi sveitarfélagsins, en ég skynja afstöðu ríkisins þannig að þeir vilja endilega sveitarfélögin reki þessa starfsemi. Þannig að ég held að sú umræða alfarið eftir að eiga sér stað og bíður þá betri tíma. Já, það er engin frekar hvað sér hljóðs, þannig að ég lýsi á að umræðum þessa fundargerð er lokið frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og hún er lögð fram. Næst tökum við fyrir fundargerð frá heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis sem hélt fund 29. október síðastliðinn. Það var fundur númer 58 og þar voru 6 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin ljós þar. Þá er hún lögð fram og þá er það fundargerð frá Sorpu. Stjórn Sorpu, það var fundur númer 435, haldinn í byggðasamlaginu Sorpu, 15. október. 8 mál á dagskrá þar. Forseti gefur orðið laust. Og Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið þessa fundargerð. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Bæjarfulltrúi. Já, takk forseti. Ég kannski langar að nefna, má ég tala almennt fundargerðina? Má ég Já, má ég bara fara lið fyrir lið?
Já, það nú það, sko. Þetta nokkuð mál. Ég skal bara ég ætla að nefna það sem var rætt á fundinum, staða og horfur í rekstri og fjárfestingum, en þessi mál nummer 1 og 3 saman, og það rauninni, þarna var ekki búið að slá svona enda punktinn fyrir aftan sko fjárhagsáætlunarvinnuna. Þetta tók nokkra fundi, þannig að þarna erum við ennþá að vinna í fjárhagsáætlun. Þú ert að meina, fyrir ekki Kolbrún, að spyrða saman fyrsta mál og þriðja mál? Já, eins og gert í fundagerðinni, sko. Já, það alveg heimilt, sko. Já. Gjörðu svo vel. Þannig ég sem ekkert meir það að segja, en þarna var náttúrulega bara vinnuhópur sem lagði mikla vinnu í að koma þessari fjárhagsáætlun á svona réttan kjöl. Og það að segja náttúrulega rekstri Sorpu og þetta er hluti af endurreisn Sorpu og fjármálum Sorpu og koma þeim í gott horf aftur. Og þetta var bara töluverður barningur að koma þessari fjárhagsáætlun saman, og ég og bæjarstjóri náttúrulega, og þannig að það hangið margt á spýtunni, þannig að það varðandi Álfsnesið og ýmislegt annað, þannig við máttum hafa okkur öll við það að berjast fyrir okkar hagsmunum hérna í Mosfellsbæ í þessari fjárhagsáætlunarvinnu. En ég geri ráð fyrir að sé einhverjar spurningar, en í þessari áætlun, þessari fundagerð er ekki endanleg fjárhagsáætlun afgreidd þarna, en ég get svarað einhverjum spurningum og bæjarstjóri líka. Það einn að maður ská Sveinn Óskar Sigurðsson mál 1 og 3 saman. Eða gjörðu svo vel. Saman og setja ykkur í lagi. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar, bæði og drögu. Já, ég ætlaði nú bara einmitt að spyrja sko, einhver gögn tiltæk? Sko, mér finnst ítrekað frá því áður að fundagerðirnar eru rýrar í roðinu og lítið fylgiskjöl með þessu. Einhver gögn sem er hægt að deila með okkur varðandi þessi mál sem þarna tekið fyrir þarna 1 og 3? Ég verð bara að svara því algjörlega hreinskilnislega að ég átti nú bara fullt í fangi með það sjálf að fá öll gögn, og ég og bæjarstjóri, því vorum að fara yfir þessa fjárhagsáætlun, en það er ekki, það fylgja ekki frekari gögn þessari fundagerð núna, en við fengum náttúrulega kynningar á fundum, en það voru ekki lögð fram frekari gögn en þetta. Það stóð að biðja aftur orðið, Sveinn Óskar, er það rétt? Það passar. Já, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakkar Kolbrún fyrir þetta. Getur verið orðið tilefni til þess að bæjarstjórnin samþykki sameiginlega bókun þennan skort á upplýsingum? Ég vil bara beina þessu bæði til Haraldar og Kolbrúnar. Haraldur er næstur á mælendaskrá og gjörðu svo vel, Haraldur. Það vantar hljóðið. Ásakið, ég gleymdi að setja mikrofóninn á. Forseti, ég myndi nú reyndar ekki gera svona mikið úr þessu. Þarna var bara verið að ræða fjárhagsáætlunina almennt. Þau gögn liggja nú fyrir, það er búið að afgreiða fjárhagsáætlun. Væntanlega eru þau inn á gagnagort Sorpu sem hafi ekki allir bæjarstjórar aðgang að því. Allavega eru gögnin varðandi fundin sem slíka þar sem fjárhagsáætlun er afgreidd, ég held að þau séu öll opinber og fjárhagsáætlunin sem slík. Það er eitthvað sem ekkert óeðlilegt með að fjárhagsáætlun er til umræðu í stjórn og ekki afgreidd, að það sé gögn til umræðu. En það er búið að afgreiða hana og það er alveg rétt hjá Kolbrún hana var það er svo sem búið að fara aðeins yfir það hér áður á þessum fundi að hana var töluvert tekist á vegna þess að það var ljóst að kostnaður
við eyðingu úrgangs að hækka mjög mikið og það bara vegna þess að við erum að beita umhverfisvænni að vænum aðferðum við að eyða honum. Það að segja, það hægt að grafa holu og moka svo úrgangnum þar onni og grafa yfir, heldur búið að byggja gas- og jarðgerastöð sem bara dýrari að starfsemin sem slík framleiðslu aðferðirnar bara dýrari og það voru svona lá alveg í loftinu að minnsta kosti Reykjavíkurborg hafði bara áhuga á því að taka eigendasamkomulagi sem við gerðum hér í síðastliðið sumar í júlí og sambandi og að það kostaði alltaf mikla peninga og við getum bara haldið áfram að urða í Álfsnesi og íbúar okkar og sérstaklega í Leirvogstungu áfram að finna fyrir þeim óþægindum. Það reyndar fleiri en Leirvogstungu íbúar sem finna fyrir því og við bara gjörsamlega harðneituðum því að við myndum aldrei standa því. Þetta var kannski líka umræða eigendafundum meira heldur stjórnarfundum Sorpu. Þetta voru nú fundir þetta mjög ótt og títt. Það sem var stjórnarfundur Sorpu og svo eigendafundur og aftur stjórnarfundur og eigendafundur sem voru að ræða þetta fram og tilbaka. Og ég til að mynda gerði bara athugasemdir í það á einu fundinum að það svokallað fjármálateymi Sorpu sem vinnur að þessum tillögum og mér fannst halla dálítið á lýðræðið í því, það að segja að það væri Reykjavíkurborg, fulltrúar Reykjavíkurborgar sem væru að stýra þessu fjármálateymi og mér fannst einhvern veginn lykta því að það væri verið að stýra því með pólitískum hætti, niðurstöðun úr því. Þannig að það var dálítið hávaði á þessum fundum, því að leyna. En ég held að niðurstaðan hafi verið eins og hún kemur síðan fram í afgreiðslu fjárhagsáætlunar og bæði á eigendafundinum og stjórnarfundi Sorpu hafi verið alveg ásáttanlega. Við stóðum vörð þetta eigendasamkomulag síðan í sumar og það verður hægt að urða í Álfsnesi 2023 eins og það kemur fram og nú búið loka Gími og svo framvegis og þannig að þetta svona en afleiðingin sú að kostnaður við meðhöndlun eða förgun úrgangs að hækka mjög mikið og framlög okkar til Sorpu þar af leiðandi að hækka mjög mikið. Því að þetta bara miklu dýrari aðferðir. Það ódýrast að grafa holu og moka ruslinu onni og moka yfir. Það miklu ódýrara heldur en sú aðferðafræði sem verið að byggja og síðan stendur út af ákveðin hluti úrgangsins sem ekki fer í gas- og jarðgerastöð þarf að fara með öðrum hætti í brennslu og það stendur til að flytja þann úrgang út þar til að komið hefur upp brennslu hér á landi ef hún þá verður samkeppnishæf við útflutning. Það ennþá eftirspurn eftir úrgangi til brennslu erlendis, sumstaðar erlendis vegna þess að það sú leið sem farin til þess að framleiða orku. Hér á Íslandi höfum við miklu ódýrari og betri og umhverfisvænni leiðir til að framleiða orku en að brenna úrgang. En það ekki ólíklegt að við þurfum að koma okkur upp slíkri brennslu innan einhverja ára. Ég held að þessar leiðir að flytja út úrgang verði ekki endalaust færar og kannski ekki endilega heldur hagkvæmar. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum síðan að taka afstöðu til í hvað varðar hvernig við að bregðast við því til að mynda í okkar fjárhagsáætlun. Þetta hefur afleiðingar varðandi sorpurugjöld því að samkvæmt lögum á sorpurðan að standa undir sér eða meðhöndlun úrgangs. Hún gerir það ekki í dag hjá okkur með þessar breytingar á gjaldskrá Sorpu. En það stóð nú kannski til að ræða þetta þegar þessi tiltekna fundagerð kæmi þessu fyrir en að því hún ekki hér og ekki fyrir þessum fundi en þessi og fólk að spyrja þetta og rétt að koma þessu á framfæri. Ég sé sjálfsögðu enga ástæðu til þess að fara að bóka eitthvað gagnaleysi eða slíkt hvað varðar þessum fundi. Þetta mál var til umræðu þau var tekist bara töluvert mikið en ég tel svona að við höfum Mosfellsbær geti svo sem farið sáttur frá því og
og það kemur svo sem fram þá í þeim gögnum sem þá væntanlega næsta fundi bæjarstjórnar þegar fjárhagsáætlunin, þegar fundur sem fjárhagsáætlun var afgreidd fyrir. En stóru dráttum var þetta nú einhvern veginn svona. Já, við spyrtum þarna saman fyrsta málið og þriðja málið. Þannig að það heimilt að taka oftar en tvisvar til máls, svo sagt hreint út 4 sinnum. Og Sveinn Óskar, þú hefur einmitt beðið orðið núna í 3. skiptið og þér heimilt að tala þessi 2 mál saman eða í sitt hvoru lagi. Gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir forseti. Ég hef verið í samskiptum við fundamenn þar sem við erum að deila síðu Sorpu, heimasíðu Sorpu. Ég fór þar inn og mér skilst á fulltrúa okkar í Sorpu að bent á að fylgiskjölin komi síðar inn undir fundargerðinni, en við erum ekki með einu sinni fylgiskjölin inn á þessari fundargerðargátt eða fundargerðarsíðunni hjá Sorpu. Og mér finnst bara mjög erfitt að taka fundargerðir til afgreiðslu sem eru svo rýrar í roðinu eins og kemur frá Sorpu. Þetta risastórt mál og því sem að bæjarstjórinn að lýsa á eigendavettvangnum, ég vil bara hrósa honum fyrir framganginn þar að taka á þessu með hagsmuni Mosfellinga í huga. En mér þykir alveg tilefni til þess að gera athugasemdir við þetta. Við erum að fá bara að fundargerð án upplýsingar sem að okkur skylt að taka ákvörðun og fá. Að taka í raun og afstöðu til. Okkur skylt að taka afstöðu til þessa dagskrárliðar blindandi núna. Og það mjög óþægilegt. Og ég óska eftir því í ljósi þess að fá að sitja hjá og greiða sérstaklega, náttúrulega við greiðum sérstaklega eða bóka þetta, það náttúrulega ekki greitt atkvæði, þetta bara til kynningar. En ég á meðan ég að ræða þetta við ykkur þá veit ég nú varla hvað hægt að gera. Hvort maður eigi að bóka undir þessum lið, ég veit það ekki, en þetta til kynningar og gögnin eru ófullnægjandi. Já, ég reikna þá með að ég muni að afgreiða þetta frá mínu bæjardyrum séð með erindi til stjórnar Sorpu. Svona fljótt á litið, svona eins og ég horfi til þessa máls og væntanlega eigendahópsins líka. Það mjög erfitt fyrir þegar mikið talað mikilvægi lýðræðis og alls þess sem svona haft í ræðum á tyllidögum, en þetta meira í orði en á borði. Þess vegna vil ég árétta það að við hlaupum fram í gegnum þennan dagskrárlið og ég reikna þá með að ég muni einhvern veginn koma þessu framfæri opinberlega eða með erindum til þessara aðila. Því að það ekki hægt að vinna að svona alvarlegum málum og stórum málum blindandi. Ég vil bara koma þessu framfæri. Já, ég vil að segja árétta eins og kannski þegar komið fram að mikill munur á þessari fundargerð formlega séð sem lögð til kynningar eins og annarra sem eru lögð til atkvæðabeiðnis og þá spurt hvort fundarmenn vilji staðfesta niðurstöðu nefndanna. Það stendur ekki til boða í þessum nefndum en sjálfsagt eins og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar að nefna að benda með einhverju leiðum eftir fyllri fundargerðum eða fylgiskjölum eða hvernig sem það en ég held að það sé kannski ekki alveg núna beint til umræðu eða þannig. Við erum eingöngu að ræða fundargerðina eins og hún kemur til okkar og okkur ber ekkert að samþykkja hana eða þannig. Ég ekki að lesa það rétt að það engin að mælendaskrá? Jú. Já, það Kolbrún og Haraldur. Má ég, þetta mál, eða ekki, áfram. Já, við höldum áfram með mál 1 og 2.
Takk forseti, ég skal alveg fullkomlega skilja það að fólk sé ekki sátt við það að það sé ekki gögn undir málinu, en sko, ég veit ekki hvað þetta voru eiginlega margir fundir sem við sátum vegna fjárhagsáætlana Sorpu og vegna Álfsness og sem sagt, hvernig þetta róteraði síðan til eiganda og tilbaka og eins og Haraldur var að lýsa hérna áðan. En sko, þessi tiltekni fundur, ég sem byrja að taka fram að það hefur hingað til verið, eða það að segja, það hefur orðið mikil bót á upplýsingum frá Sorpu og það hefur nú verið nefnt hingað til, það hefur nefnt hér á fundum að nýlega, það hafi verið bragabót á því hvernig upplýsingar frá Sorpu hvernig það hefur verið orðið betri. Og fleiri gögn sem hafa fylgt fundargerðum. En varðandi þennan tiltekna fund, að þetta voru eingöngu gögn sem voru vinnugögn. Þarna erum við bara í miðjum klíðum í fjárhagsáætlana vinnu. Þannig að þess vegna liggja engin gögn, engin fylgiskjöl undir þessu máli og þarna stjórnin og eigendur og framkvæmdastjórn og þetta teymi, fjármálateymi, út í miðju kafi að vinna þessi fjárhagsáætlun og þess vegna ekki, voru gögn, þetta voru gögn sem eingöngu kom fyrir augu stjórnar og eigenda, þannig að þess vegna liggja þau ekki fyrir, en þau munu það sem fjárhagsáætlun verður afgreidd og það svo fundargerð sem kemur næst og þar munu að sjálfsögðu liggja gögn undir því mál þeirri fundargerð. Já, Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, sko, ég vil bara annað aftur, sko, bara vekja athygli á því að sko, þetta var tekist á mjög hart. Ég var reyndar ekki, satt ekki þennan fund, þetta stjórnarfundur, ég satt annan fund sem ég man ekki hvort það var á undan þessum fundi eða eftir, annarkvort aðdraganda eða kjölfar, bara man ekki alveg röðin á þessu. Og þá var einmitt farið yfir þessu gögn að þessu svokallaða fjármálateymi og það var eitt af því sem fór nú fyrir brjóstið á öðrum aðilum á þessum fundi að ég krafðist þess að þessi gögn eru dregin tilbaka. Ég bara sagðist ekki að þessi gögn var ekki boðleg eða það var farið bara yfir þau á svona PowerPoint eða hvað þetta heitir, svona sýningu á skjánum. Og þau voru bara þess eðlis að þau voru algjörlega óásættanleg fyrir Mosfellsbæ og það var bara verið að reyna að tala og leggja það til að þessu ágæta fjármálateymi að sko líf urðunarstaðans í Álfsness eru framlengt og það er bara að rústa öllu því sem var búið að semja fyrir 3-4 mánuðum síðan og ég krafðist þess að þessi gögn færi út af skjánum og kæmi aldrei fyrir okkar skjánur aftur og það var held ég orðið við því. Þannig að þau ekki þarna og vonandi sé ég aldrei aftur og maður langar ekki að sjá þau. Já, það kom hérna nákvæm skýring. En nú engin, Sveinn Óskar Sigurðsson, það er 4. og síðasta skiptið sem þú ræður tekur til máls núna. Þessi 2 mál. Já, takk. Ég vil bara þakka fyrir þessar skýringar fulltrúa okkar í eigandahópnum og í stjórn Sorpu. Það voru góða skýringar og ég get ekki fagnað því að eitthvað sem ég sé ekki hefur greinilega verið of gróft til þess að vera sýnilegt og ég bara þakka fyrir að menn sé að taka á þessu. Takk. Nú, forseti lítur svo á að fundarmenn óska ekki eftir að ræða þessa fundargerð frekar frá Sorpu. Eins og við gátum það var 8 mánaða dagskrá þar og þá hún lögð fram. Þá hér undir lokin 3 fundargerðir frá svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og ein nú frá miðju sumri, 19. júní. Kemur svolítið seint hérna uppi til, en hvað það? Hún hér til umræðu og eða kynningar. Þarna voru 10 mála dagskrá og forseti gefur orðið laust. Sveinn Óskar Sigurðsson, þú að mæla dagskrá þessa fundargerð. Já, takk fyrir. Ég tekur undir það að þetta seint að berast.
maður lítur á fundagerðina og þá kemur í ljós að það enginn á þessum fundi frá Reykjavík. Og varaformaður nefndarinnar Helga Hauksdóttir í Kópavogi tók þarna fundastjórn og meðal annars að þá lá fyrir fundinum aðalskipulag Reykjavíkur og enginn mættur frá Reykjavík. Ég gerði athugasemdir við þetta og þá kemur til að sérstaklega þá kemur til í raun og veru starfsreglur þessara nefndar og þar hef ég bent á að mál skuli ekki verið tekin til afgreiðslu yfirleitt nema sem minnst okkur einn mættur frá hverju sveitarfélagi. Og ég hef verið í þessari nefnd og ég held að fulltrúi okkar sem með okkur hér, hinn, Ásgeir Sveinsson, veit alveg hvaða afstöðu ég að taka í þessum málum og það má deila mína stefnu og miðflokksins og allt það, en ég að reyna að koma skikki á að það sé farið eftir starfsreglum nefndarinnar sem á sér stoð í skipulagslögum. Og ég að sjá hluti eins og til dæmis bara undirbúning fundana ábótavant. Það skilyrt í starfsreglunum að embættismaðurinn, skipulagsstjórinn, á að undirbúa fundina með sérstakri kjörinni framkvæmdanefnd. Og að minnstakosti væri nú ætlast til þess eins og gerist hjá okkur að formaður skipulagsnefndar sé að undirbúa fundina eitthvað með starfsmönnum sviðsins. Það ekki gert í þessari nefnd. Og það gengið það langt í þessu að ég þurfti að bóka líka vegna þess að embættismaðurinn að gera umsagnir og biðja samþykki þeirra umsagna eftir á fyrir nefndinni. Sem að ég hef lært hér í Mosfellsbæ að það á að samþykja umsagnir áður en að fara út. Og ég tel rétt samkvæmt stjórnsýslureglum og lögum. Þannig að ég vildi bara upplýsa ykkur það að ég mun ekki þreytast í því að benda á þessa þætti. Og ég vil bara benda á í þessum fundi voru mál til meðferðar frá Reykjavík og það var enginn á fundunum frá Reykjavík. Annað nú ekki þetta að segja, en ég vil bara árétta þetta. Takk. Já, einhver sem bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var svona að ræða almennt vinnubragð þarna, einhver sem ekki með einstök mál, en ef vill einhver taka til máls það, þá það sjálfsagt. Má ég aðeins koma inn í þetta, Bjarki? Já, gjörðu svo vel. Það Ásgeir Sveinsson, hinn fulltrúinn. Takk fyrir það. Það rétt að Sveinn Óskar hefur verið að bóka varðandi vinnubrögð þessara nefndar og það reyndar rétt að það hefur komið fyrir einu sinni að skipulagsfulltrúi var búinn að senda frá sér umsögn sem að var farin þá áður en að fundurinn átti sér stað og það var gert vegna þess að það var útskýrt vegna þess að frestur til umsagnar var liðinn áður en að fundur nefndarinn átti sér stað. Þessi nefnd fundar nú ekkert rosalega oft, það eru kannski 8-9 fundur á ári. En þannig að því sé nú til haga haldið að þá samþykktum við ekki að sú umsögn væri umsögn nefndarinnar heldur. Það var samþykkt að þetta væri bara væri umsögn skipulagsfulltrúa sjálfs, ekki nefndarinnar. Þetta ég sammála Sveini Óskari þar að það ekki hægt að senda frá sér umsagnir sem eiga að vera í nafni nefndarinnar sem þá farnar áður en að fundurinn fjallar þau. En síðan Sveinn Óskar búinn að vera að setja út á þessi vinnubrögð sem að hann lýsir, sem að lúta því að það eru þá tilbúin drög að einhverjum niðurstöðum á fundinum sem að síðan þá fjallað og þetta hafa þau stundum verið lagfærð og þeim hefur breytt. En það spurning, velti ég fyrir mig Sveinn Óskar hvort að þú ert búinn að halda þessu ítrekka fram og ert kannski svolítið einangraður í þessum skoðunum þínum, hvort að þú getur ekki
skoða það hvar þú getur fengið svör við þessu það hvort að þetta sé í lagi eða ekki. Mér skilst að nú erum við báðir nýjar í þessari nefnd og erum búin að vera reyndar á þessu kjörtímabili. Mér skilst að þessi vinnubrögð hafi tíðkast núna bara nokkuð lengi, ég veit ekki hvað lengi, allavega fyrir kjörtímabili líka. Það spurning bara til þess að svona fá þetta á hreint, bæði þá fyrir þig og alla aðra, hvort að þú getur ekki leitað eftir því við einhverja hjá SSH eða ég veit ekki hvaða batteri það ætti að vera, til þess að fá þetta bara á hreint, þannig að við vitum þá bara hvar við stöndum, bæði auðvitað bara fyrir þig og líka það bara fyrir hinu nefndarmennina, hvernig við svona kasta þessu fram. Takk. Sveinn Óskar Sigurðsson, vinnubrögð nefndarinnar, aftur, gjörðu svo vel. Þakka forseti. Já, ég þakka innleggi hjá Ásgeiri, það var alveg hárrétt sem hann var að geta að þetta var það ákveðið að þetta yrði lagt fram en ekki samþykkt. En svo sé ég bara fáum dögum seinna bara kjarninn farin að vitna í þetta bara eins og þetta sé frá SSH í fjölmiðlum. Og maður rennir á mann náttúrulega tvær grímur og þetta allt mjög sérstakt og í raun og veru reyni ég nú ekki að setja endilega skoðan mínar í bland við lögin. Lögin svona. Það sérstök ákvæði í skipulagslögum þetta svæðisskipulag. Og þar líka tilgreint að það ber að vera í gildi starfsreglur. Og ég bara horfa á starfsreglurnar og lögin. Þannig að ég get ekki sagt annað en sérst bara skoðun löggjafans sem ég að fylgja eftir. Ekki mín sérstaklega, en skoðun mín náttúrulega svo að fylgja lögum. Nú, ég hef rætt þetta, náttúrulega Ásgeir fylgir mér eftir á þessum fundum og svona við erum að reyna að tosa þetta einhvern veginn fram og tilbaka og mér virðist eins og flestir séu einhver hálfgerð hjarðhegðun í gangi hérna, nema menn vilja bara ýta málum áfram og klára fundinn og allt það. Ég hef rætt þetta við Stefán Ómar, sem nú stjórnsýslufræðingur og lögfræðingur og þekkir þetta. Og ég hef rætt þetta við fleiri út í bæ. Og þannig að það ekki eins og ég sé að pæla í þessu, ég virkilega að velta þessu fyrir mér. Og núna síðast var ég beðinn að veita samþykki mitt á síðustu fundargerð og ég hafnaði því. Og sú fundargerð fyrirgefðu forseti ef ég mér leyfum og ég vitna í það. Það er ekki fundargerð sem við ræðum á eftir? Nei, það fundargerð sem ekki komin finna. Ég bara tala sem ekki komin til okkar ennþá. Það er bara eitthvað örstutt, svo förum við að klára þennan lið. Já, og ég hafnaði því hvers vegna. Það er vegna þess að ég lagði fram tillögu undir dagskrárlið og það var hafnað að taka hana til afgreiðslu en síðan var tillaga tekin til afgreiðslu frá öðrum nefndarmanni undir sama dagskrárlið. Það náttúrulega bara brot á jafnræðisreglu og ég mun vinna þetta mál eins og ég get, eins faglega, eins og ég mögulega get til þess að koma vinnulaginu í lag. Þetta svona menning sem hefur myndast þarna. Ég myndi segja ómenning og það dálítið erfitt að kenna gömlum hunda að sitja eða gömlum hundum að sitja en þarna einfaldlega verið að svona, ég held að þetta sé kannski mörguleyti meira vegna hraðans í okkar samfélagi. Þessi fundargerð, svo ég grípi fram í Sveinn Óskar, hún á eftir að koma hér til okkar og þá gefst tækifæri til að ræða akkúrat þetta sem við erum að tala Þannig að við þurfum að stytta umræður þennan lið. En gjörðu svo vel, þú ert ennþá með orðið. Takk fyrir forseti. Ég undir komin löngu úr henni, sko. Ég bara segja það, svara Ásgeiri Sveinsinni sem með mér því efni að ég að vinna í þessu og þetta tekur allt sinn tíma og ég mun reyna að halda ykkur upplýstum hvernig þetta þróast. Já, það nú enginn á mældarskrá, þannig að forseti lítur svo á að þessi fundargerð sé afgreidd. Öllu heldur bara var lögð hér fram til kynningar. Þetta var sumar fundargerðin, það að segja frá 19. júní. Síðan leið sumarið og kom haustu og 25. september var haldinn fundur aftur í
svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Það var fundur númer 95. Það voru 10 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið þessar fundargerð. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég vil bara beina augum ykkur að 10. dagskrárlið þar sem ég óskaði eftir bókun frá mér. Ég óskaði eftir að fá bókana með þessum hætti þar sem ég að benda á þessu vinnubrögð. Og það var í raun og veru þessa sérstöku niðurstöðu þar sem var lýst trausti á starfsmenn svæðisskipulagsnefndar. Mín bókun gekk ekki út á að lýsa vantrausti á starfsmenn svæðisskipulagsnefndar. Hún gekk ekki út á það. Þarna 10. dagskrárlið ég að bóka það að farið sé eftir starfsreglum nefndarinnar. Og þá kom, ég ætla ekki að vitna í orð einstakra fundarmanna, en þá kom þessi bókun frá mér og ég vildi bara benda á það, forseti, að þarna liggur hún fyrir í raun og veru og svo framhald af þessu eins og ég hef orðað. Já, hún hérna í fundargerðinni. Akkúrat, þetta var 10. málið á þeim fundi. Það engin á mælendaskrá, þannig að við leggjum bara þessi fundargerð lögð fram. Og þá bara allt þegar þrennt það sem sagt mánuði síðar, það var 23. október, þá var haldinn afturfundur í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. 23. október, það var fundur númer 96. Sveinn Óskar Sigurðsson, þú hefur beðið orðið með stórum staf. Orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Ég vil benda bara á að þarna eitt dæmigert atvik sem á sér stað á þessum fundi. Þarna Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir mætt í upphafi fundar og undir öðrum dagskrárlið víkur hún af fundi. Þá enginn lengur á fundinu frá Reykjavík. Og af því að ég hafði nú bókað áður og rætt þetta, þá tók varaformaður nefndarinnar við. Augnablik, Sveinn Óskar. Hann var hérna á fundinum, hann oddviti Reykvíkingar, Eyþór. Það önnur fundargerð? Við erum með fundargerð 96 núna. Afsakið. Já, að Sigurborgar, það kemur fram að hún vék að fundi, já, það er rétt. Gjörðu svo vel, áfram hérna, Sveinn Óskar. Já, þetta eru svo marga fundargerðir, þannig að ég skil alveg hvað Ásgeir að fara, en þessum funda var Eyþór ekki. Það tekin fyrir mál númer 3 og þá hún farin af fundi og óskaði eftir því að Helga Hauksdóttir, Kópavoginum, tæki við fundastjórn. Og þá enginn lengur frá Reykjavík þegar átt að taka endurskoðunarstefnu íbúðabyggð og endurskoðun og viðauka við aðalskipulag Reykjavík í 3. dagskrárlið. Og ég minnist þarna á þeim fundi að það verði að vera að minnsta kosti einn frá hverju sveitarfélagi og sérstaklega þá frá Reykjavík. Þarna var ekki aðili frá Kjósarhrepp eins og inni, en að minnsta kosti einn frá Reykjavík sem væri við afgreiðslu á málefni við varðaði Reykjavík. Þannig að hún tók undir það og frestaði þessum 3. dagskrárlið sem kom þá síðar á fundinn sem að ég og Ásgeir sátum síðast þar sem Eyþór mætti. Þannig að ég bara minnast á þetta í sögulegu samhengi, en takk fyrir annars ábendingar. Takk. Já, nú það enginn hvatti frekar hljós þessa fundargerð og þetta var síðasta fundargerð. Nú hefur rætt 21 mál. Klukkan að verða 7:30 og fleira liggur nú ekki fyrir þessum fundi og það verður boðað til næsta fundar 25. nóvember næstkomandi á aflíðandi degi. En hér hamarinn kominn á loft og forseti segir fundi slítið og hafið það gott. Og takk fyrir fundarsetuna. Takk fyrir. Takk fyrir og góða helgi. Farið. Bíddu aðeins.